Promise me you'll find your way home. Promise. Protect the green place. Gentlemen, it's time to take back what's rightfully ours. If you find him, he's mine. I'm Furiosa! 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 Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 inn í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblaður. Endilega fylgið bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Við endum part 1 aðeins á Mandalorian-spjalli. Gummi, þú varst að tala að byrja á Mandalorian. Þátt 2 eða part 2 á Mandalorian-spjalli. Af hverju? Það svona smá dæmi, mér finnst endurinn á Mando Series 3 mjög áhugaverður. Það þetta finale á þessu Moff Gideon Imperial Remnant storyline sem svona í gangi í Mando. Að þetta bæði mjög áhugavert og alveg galið. Ég þarf eiginlega aðeins að fá það bara svona komið svo frá mér. Komdu þessu frá þér. Ok, og svo spoiler alert fyrir Mando S3 og eitthvað aðeins meira kannski. Það alltaf, maður veit frá fyrsta þætti að það eitthvað svona klónatenging á því sem að gera og ástæðan fyrir að þau vilja fá Grogu. Og augljóslega byrja maður svona hægt og rólega að hugsa, ok, þetta þú veist tengt, af því ég veit að þú veist Palpatine klóni í Rise of Skywalker. Ok, þeir að stilla upp að fara að útskýra hvernig þetta virkar, þú veist, hérna. Það líka alveg tenging í Mando S1 við Rise of Skywalker. Við sjáum Grogu híla Greef Karga 2 dögum áður en að Rise of Skywalker kom bíó og þá sjáum við healing-dótið nota aftur. Þannig að klálega einhvers konar samband þarna í framleiðslunni. En það sem gerist síðan í Mando Series 3 að við fáum bara staðfestingu, ok, Moff Gideon að reyna að klóna eitthvað force-sensitive dót og mér líka gott að tala um þetta því þeir meira segja þau sem hafa séð þessa seríu hafa ekkert endilega átt að segja þessu. En það sem að Moff Gideon að gera, komist við að bara í næst síðasta þætturum á Mandalorian, hefur ekkert með Palpatine að gera. Moff Gideon, hann að reyna að klóna sjálfan sig til þess að búa til einhvern her að force sensitive sér eitthvað svona super soldiers, bara af því hann vill bara völd eða eitthvað bara cool, þú veist. Þetta var eftir 3 seríur þá einhvern veginn endiði bara að hendi svo undir teppið og við vitum sem sagt að þetta ekki að sama og Palpatine að gera af því við sjáum sem sagt Hux eldri, pappa General Hux í First Order í svona Shadow Council þar sem hann að tala um Project Necromancer á Exegol. Það klónaprojektið að endurlífga Palpatine og við sjáum síðan miklar tengingar við þetta líka í Bad Batch. Þannig að líka þegar maður var að horfa á Bad Batch og Mando og held maður svona, já, cool, hérna þeir að fylla eyðurnar saman fyrir Rise of Skywalker, en svo einhverju hluta vegna fannst þeim bara svalara að Giancarlo Esposito væri bara að klóna sjálfan sig. Mér finnst þetta svo skrítið, en á sama tíma samt einhvers konar svona tengingar. Meinar það bara, þú hélst að fara eitthvað ákveðna átt, svo fóru bara eitthvað alltaf, tala það? Já, sko, það getur alveg verið allt í lagi, þú veist, að fara fram hjá væntingum, skilur, ég fíla alveg hluti sem komur á óvart, en þarna, ég held að það hafa aldrei verið planið, sko, ég held að planið hafa alltaf verið þetta að væri tengt Palpatine, þú veist. Já, svo bara hættu við, og eins og segir, bara, þú veist, sería 2 í Mando, Moff Gideon að búa til hann her af Dark Troopers, þú veist, til að vera með allir þessu völd, og svo bara, þú veist, núlslegar þetta og þriðja segir hann bara aftur að hann að búa til eitthvað ofurheim. Og þetta eitthvað svo fyndið að því að maður eitthvað svona, ok, þú veist,
því að þarna byrjuðu að sjá að þetta getur margir Imperial Remnants og þeir eru að vinna saman en Republic veit það ekki, en nú Republic sem að þýðir þetta miklu stærri ógn en við höldum en svo svolítið hendaði bara Moff Gideon út úr bílnum til þess að vekja hans athygli á því að Thrawn er að koma og Thrawn á sig hann eftir að tengja alla í raun og veru hefði kannski náttúrulega þróun af sögunum sem er í gangi í Mando frekar verið að bara Gideon tæki völdin eða eitthvað þetta fjarar bara út þetta storyline. Ég bara kom með hausverk. Já. Hlusta á þetta. Mér finnst þetta bara svona skrítið og það er enginn að fara að segja mér það þegar þið byrjuðu Mandalorian seríu 1 það er þetta verið plan. Nei. Og Darksaberið við erum búin að sjá það síðan í Clone Wars það er mjög þýðingamikið í Rebels fucking cool að sjá tengingarna við það í Mandalorian síðan og svo bara fucking butcheraðir því storyline líka sko. Eitthvað Bo-Katan fær sverðið á technicality og þetta er setning sem ég held ég myndi aldrei segja fá okkar sverð á technicality þetta er bara svona skrítið og þarna vil ég meina að maður sé að upplifa eitthvað svona meira afskipti frá Disney sko. Já. Aron, ertu með eitthvað meira til þess að bæta við þetta? Season 3? Nei, heila ekki. Ég eins og segi, ég kláraði hana. Með herkjum? Með herkjum og svo bara, einmitt lokaskotið var bara, hvað það var mikið rusl. Þeir bara enduð á Looney Tunes og lokun á þessu. Bara eins og það væri á hann Ég er ekki rust. Þetta kemur svo lokast í svona lítið hring á þá og svo bara svona það skot hefði líka það vantaði bara Looney Tunes stefið. Já, ándjóks, ég myndi horfa á þetta á YouTube maður er ekki búin að horfa á þetta þætti þetta er áhugavert sko. En líka í þessu skoti það átt hann að taka sig hjálminn sko. Hann er bara að slappa af með syni sínum Já, hann var að taka upp Last of Us Já, hann var að taka upp Last of Us Þetta er það sem buggar mig Ég vil aldrei finna fyrir utan að komandi þáttum þegar ég er að horfa á okkar þess vegna fíla ég ekki þegar það er að AI-a og deepfake-a og de-age-a af því hvert skipt sem það gerist þá hugsa ég, þessi gæði, hann er ekki svona ungur Nei, en eins og með Pedro í þessu hlutverki þau hafa pottið bara ekki fengja þess vegna þurftu bara að hafa mig hjálpum það hlýtur bara við það er staðfest, sko, hann er ekkert í Nei, ég er bara að tala um, þeir hefðu ekki geta fengja, herðu við erum að klára seríu 3, við erum út upptökin og gast ekki verið partur af seríunni en getur þú komið eitt skot af því að það meikar ekkert sensa sem er hjálminn og hann að slappa bara með eitthvað koktel eða eitthvað, skilur þú? Líka eins og Aron sagði, hann er ekki bara með hjálminn, hann er líka full armor það er ekki dægilegt að sitja í full armor En það er svona skrítið að það var í einhverju casual dressing hver er þetta? En svo er sko ég las einhvern mann að fyrir Mandalorian seríu 1 þá var alltaf planið bara, hann er bara alltaf með hjálminn og þú tala bara, voicear hann bara og þá átti bara að bjóða Pedro fucking lítinn pening og hann sagði hérna, nei, þú veist, getum við ekki bara haft, þú veist, getum við ekki bara leikið hann líka og þess vegna leikur hann stundum, skilur við það er raun og veru bara, hann var að reyna að hækka launin sín og séðan, þú veist, til líður á þá bara var hann á upptekinu og þá meikaði þetta ekki sens lengur Já og það var hann að þegar eru að gera season 3 af Mando, þá er Pedro Pascal hottest shit around, sko Já. En ef ég ætla að segja eitthvað jákvæmt seríu 3 veist, í loka tíma þáttur við vartum með bara eitthvað svona fucking 100 Mandalorians eða eitthvað að ráðast á eitthvað Imperial Base og það er alveg á köflum alveg frekar fucking cool Já Það er líka góð atrið en það bjargar ekkert seríunni Nei og mér var þetta meira að segja líka þetta var alltaf svona maður fann smá fyrir budget svona limitinu sko þeir voru svona ekki alveg að ná held ég að executa það sem er ætlað að gera hana sko og eins og þú sagði líka áðan við horfðum nefnilega á fyrsta Mando fyrir ánum komika þú veist, það er meira þess að eins og bara vinnan í voljúminu verður bara verri Já, ég sammála hún er ógísla flott geggjuð fyrst og svo bara eins og þeir bara sem drífa svo mikið eða borg ekki artistunum nóg eða eitthvað sem við vitum að Disney gerir Já voljúmið er svo að þetta stafvarana challenge sem er notið í bakgrunum sem er algjör brautrið sko. Ég held þetta var fyrst þá var þetta eitthvað svona auka við það sem þau er að gera og gaf þeim svo marga nýja möguleika en síðan verður þetta alltaf meira og meira að hækja þú veist, í stað þú sérð alveg stundum finnir maður meira fyrir það að vera að smíða dót sem er fyrir framan voljúmið og svona og svo horfður á Obi-Wan Kenobi og þú ert stundum bara eitthvað það er ekkert alvöru bara
bara einn kassi að Já, Já, en ég vil líka það, þú veist, þá verður maður líka að kenna leikstjórnum. Já, ég er alveg saman. Já, Hvað er í klálega. gangi? Og framleiðendum og... Ég kenni þér að Jon Favreau mest hvað þetta dippaði, sko. Einhvern veginn, ég hugsa alltaf meira til hans en Filoni með Mandalorian. Það sem gerist væntanlega er að það er svo mikið að gera hér. Já, Þetta er bara sem með Feige, Kevin Feige í Marvel. hann bara getur ekki Hann var bara the golden boy. Eðlilega, þegar hann er með bara einhver x mörg verkefni í gangi, svo þegar þau eru orðin 30 eða eitthvað, þá auðvitað getur hann ekki haft puttan eins mikið í þessu. Men Mér það finnst bara gefur auðvitað leið. Eins með Favreau og Filoni, það lítur bara að vera. Ég er alveg sammála. Þegar maður sé líka, þú veist, þeir eru báðir alltaf titlaðir í Book of Boba Fett og ég heldur að Jon Favreau sé ekkert endilega í Ahsoka, kannski eitthvað svona. Nei, það er alltaf Filoni, held ég. En mér finnst þarna Book of Boba Fett. Getum við farað hans inn í hana bara? Já, það er ekki. Gerum það bara. Það er líka, kemur alveg ný Mando. Já, Já. Book of Boba Fett, förum í hana næst. Hvað sérðu, Gummi? Mér finnst bara svo fyndið að skemmtilegur og áhugaverður kvikmyndagerðarmaður og Robert Rodriguez hafi gert þessa ruslserju. Hann gerði ekki alla sér. Hann er, þú veist, showrunnerinn á þeim, sko. Já, er það? Já, og maður sér, hann leikstýrir alveg 3 eppum eða eitthvað, bæði, ég kallar það rusl, á heildina finnst mér alveg slæmir, en mér finnst þér alveg áhorfanlegir, sko. Það er ekkert að rífa þá í mig, kannski, en mér finnst eiginlega bara ekkert svona, það er ekkert spennandi við þá. Loka þátturinn er bara 40 mínútur af einhverjum hasar, það er bara, hasar er bara hasar. Hasar er ekki saga. Er þetta léleg serías? Já, mjög. Já. Þegar líka er einhvern veginn bara, þú sér, snýst bara um það að bæta við hluti sem er að fara að koma einmitt í loka þáttin. Já. Þetta er bara á hérna eru karakterar sem að kunna að skjóta byssum og veist, býtið á þeir koma aftur. Já. Þú veist, hérna kynnu hennar Rancor, býtið eftir að hann koma aftur. Bara, þetta er svo súrt, sko. Og svo kemur hann að kaplina Manstu til Mando. Já, hann er að koma. Mér fannst það verst að þetta var að þátturinn, það er eitthvað svona, þau hitta alltaf crime lordsana á Tatooine og þá var ég svona, ok, þetta er virkilega, boltinni byrjar að rúlla, þetta gæti alveg orðið töff. Svo kom bara 2 þættir og Mando og svo kemur bara lokaháttur. En svo erum við saman að besti þátturinn í Book of Boba Fett er Mando þátturinn? Yes, Það er 2 þættir. Ok, síðustu 2 eða Já. ekki? En þriðji síðasti og næst síðasti og svo er einn viðbútt. En þeir eru klálega bestir, sko. Mér fannst kom hann ekki fyrst í 5? hann er held í 5. og 7. af 7 eða eitthvað. Ég maður ekki allavega. Eða 4. og 5. af 6. En það er einn þáttur sem hann er bara. Já, svo er einn þáttur sem Boba Fett er eða ekkert. Nei, Boba Fett kemur ekki neitt fyrir í fyrsta þættinu sem Mando. Ég er að tala um það, en er það ekki best þátturinn? Jú. Ok, og eins og ég hef sagt, ég gerði heilan Book of Boba Fett þátt með Ragólas, þannig ég er ekki að fara eitthvað djúpt í þetta sjálfur, en eins og ég sagði í þeim þætti, og ég satt að lögum félag með þessi séri var í gangi, það er náttúrulega risa galli, ef besti þátturinn í seríunni er það sem aðalkartin er í. Já. Og skelfilegt. Mér finnst líka hjút skallið við þetta er að þessi þættir eru essential fyrir Mandalorian seríu 3. Talandi um það sem ég var að tala um á hann, að núllstilla það sem gerist. Þú veist, Grogu fer í lokinu seríu 2, svo er Grogu bara með Din Djarin í seríu 3. Þú veist, þú ert að undúa endurinn á seríu 2 í öðrum þáttum. Þetta er áhugaverð, sko. En hvað er í gangi hérna? Hver er að ákveða þetta? Þetta er bara eitthvað mesta oversight sem ég hef bara séð í svona stóru productioni. En hvað haldið? Hver er það? Það er eitthvað sem tóður í spottana. Já, veist, er þetta kannski það bara Disney að æmitt reyna að taka smá... Þarna er Disney eitthvað svona, já, við verðum að hafa Din Djarin, fólk fílar hann, maður bara, þið er að gera Boba Fett, fólk er búið að fíla hann í 40 ár. Slaka á, já, en til hvers að gera svona heila seríum, mann? Já, og líka gera eiginlega ekkert, þú veist. Það gerist ekkert. Þú veist, líka bara, hann er ekkert sami karakter, hann er allt í hennu bara eitthvað, þú veist, degir næst í þessu bara, ég ætla alveg að snúa blæðinu við, ég ætla bara að vera þetta crime lord á Tatooine. Ég fíla... Backwards planet, einhvers staðar. Eftir labba með sandfólkinu. Eftir að gera Tusken Raiders að einhverju svona sympathetic race. Já, en þú veist, af hverju hefði það líka bara hann orðið einhver Tusken Raider lítir og þú veist, þá var það kannski bara, hefði átt bara full on, ekkert gera Book of Boba Fett, bara gera Mandalorian season 2.5 og hafa þetta bara, þú veist, Mando þarf eitthvað hjálp og hann er bara Boba er að það komin eitthvað sem einhver Tusken Raider
Ég var ekki hrifinn af því að gera Tusken Raiders að einhverjum. Þú ert í rauninni að tala að gera ekki heila séri Boba Fett. Nei, það var það bara meira í season 3 eða eitthvað, eða bara, þú veist, þetta storyline væri bara miklu meiri partur af season 3. En ákveður ekki gera mitt bara, eins og við maður að tala áðan, Gummi, að gera eitthvað svona crime-dót. Ég held að Book of Boba Fett ætti að vera það. Já, ég held bara eitthvað það, svona mafjósa, líka bara Sopranos þætti. Byrjar ekki með Boba Fett. En svo hann bara eitthvað að reyna að vera bara eitthvað geðveitt góðu gaur. Svo þetta bara eiginlega glatað. bara hræðilegt. Og sleppa líka bara Mando. Hvað er óskupunum? Var hann að gera þessi séri? Ádjóks. Þetta er svo weird, sko. Það hefði alveg verið allt í lægi, en samt óspennandi bara að Mando kemur og það hjálpar honum í lokin, skilur við. En að hafa bara eitthvað 2 Mando þætti þarna. Mér finnst þetta, sko, við erum alltaf ekki fyrst til þess að vekja athygli þessu. Nei. En þetta er svo absúrt. Já, sem er líka svo miklu meira þú veist, bara ekkert það sem Boba Fett er að gera. Þetta er bara, núna fyrir við hérna í stórlæni Din Djarin og Darksaber. Það er líka í þessum þáttum. Og ná í Grogu. Já, og ná í Grogu. Þarna fáum við líka, sko, loksins að sjá þarna Night of 1000 Bombs, eða hvað það heitir þarna, þegar basically þeir eru að eyðileggja Mandalore. Þú veist, þetta er bara essential dót fyrir söguna sem er verið að segja í Mandalorian. En to be fair, er ekki bara málið að þeir ganga út frá því að þú horfir á Book of Boba Fett líka. En það er svo slæmt. Já, það er ekki hægt, þú getur ekki gert. Af því þetta er ekki sögur sem komplementa hver aðra eins. En af hverju var þetta ekki bara þriðja af Mandalorian? Já, bara þú hefði getað haft 1-2 eppa kannski Boba þar. Já. Það hefði mega meira sens. Og af hverju ekki að fara bara, eins og þú varst að tala í, var ekki Clone Wars, það var svona genre-dót, bara leika sem alls konar. Af hverju ekki bara Mandalorian, það var vestra-dótið. Kúriki, eitthvað svona cool dót. Boba Fett, það er mafjós og þetta. Þetta er svo bóðleikandi. Þegar maður tala hjálma á þann, það böggar mig ekki til með Din Djarin eitthvað, fyrir þannig að hefði viljað sjá hann taka hjálmina á þann í loginni í séri 3, en sko, ég skil ekki neitt okkur Boba Fett alltaf að taka að sér hjálminn. Það er ekki alltaf að vera að ráðast á hann. Já. Hann þarf hjálminn. Hann er einu þætti að lappum með hjálminn sér fullulega gulli, svo er bara ráðist á hann, og hann næri ekki að hendur á sig minni mig. Þú veist, bara hvað gaur. Þú ert að nota hjálminn, sko. Þú veist, það er hagnýtur tilgangur í þessum hjálmi. Þetta er hjálminn til þess að verði. Líka, þú ert líka með mannesku með þér, þú átti ekki að vera að halda á einhverju gulli, skilur við. Þú veist, aðstofamanninn það var að gera frekar en þú. Átti hann ekki bara degi í salarkvöldum? Hann gerði það náttúrulega basically aldrei. Hann er búin að vera lifandi í Expanded Universe-unu. Já, einhverju bóka eitthvað. Málið er, sko, ég ætla bara að hendi eitt hot take-ina. Hvað er svona... Þú veist, Boba Fett, hann er fucking svalur í Original Trilogy. Ég elska hann, sko, en hann á cool innkomu í Mandalorian. Já, sammála því. Jú. Mér finnst allt í lagi að vinna áfram með hennar karakter. Þetta er svolítið eins og Maul. Hann er ekki beint persóna í Originals. Það er allt í lagi. Hann er meira bara svona skilur. En þarna, það er eða svona, og þeir eru líka alveg með, ég fíla örkina hans í Boba Fett. Hann fer, þetta snýst að hann er að koma nóa því að vera notaðar af einhverjum öðrum gaurum og vill bara vera sinn eigin herra, skiluru, og hann er líka, en það sem ég fíla ekki er að hann er ekkert kaldri við þér. Þú veist, Nei. Það er alveg mjög establisherað að þessi gæi, hann er alveg morðingi, sko. Nei, mér eins og til dæmis í Empire Strikes Back, þegar fórum að sjá hann fyrst, það fræði lína, bara Fast and Furious. Tokyo Drift. Þegar Vader segir við hann, segir hann ekki No disintegrations. Bara þessi setning segir eitthvað svo mikið Boba Fett. Algjörlega. Og ég segi eins og Aron, eins og talaði bara hann karakter. Hvað var þennan einhver? Ég vil að sjá þennan motherfucker í ykkur mafjósastáttum. Já, í ykkur glæpa veröld eitthvað í Star Wars. Og með hjálminn fucking á sér. Já, þú getur alveg tekið hjálminn af þegar hann er í fucking baktatenginu, skilur þú. Og hann kannski verður með hjálminn hliðan á sig þegar hann er í sætinu sinu eða eitthvað. En ekki bara gangandum gödum og svestum. Þetta er svo litríkir þættir. Fyrir þættir sem ætti ekki að vera svo litríkir. Já, ég saman. Sérstaklega með þetta vespugengi. Vespugengi er gjössamlega... Líka bara... Þú veist, málið við gangst. Og þú veist, þú ert að gera eitthvað, þú veist, jaðarhópa í samfélaginu. Eitthvað aðeins út úr smáglæpir. Þú veist, það reynir að vera harður. Svo ertu bara með 8 hliðarspegla. Vespunni sem er 25. Þetta er eins og gæjarnir tókjörnuftar með 10 belti. Já. Það er bara ekki cool. Málið er líka, sko,
margir hafa sagt að þetta svona virkar ekki Star Wars einhvern veginn og ég held að væri alveg hægt einhvern veginn að gera þetta í Star Wars, þetta Vespu crew kjaftaði, en sko glimtu því á Tatooine. Já. Þetta bara, þetta lið að væla undan því að eiga ekki fucking vatn og sé að stela vatni og svo þið bara einhverjum fresh as fuck vesp. Þetta svo fucking grillu pæling, sko. Og þetta Vespu chase þarna í, eins og hann segir, á 25, þau ekki að fara hratt, sko. Þetta eitthvað svona, maður getur hlaupið fram á þeim, skilur. Og svo gæinn tekur þetta spin-move þarna, spinnar eitthvað svona, fer nýra eitt mjög. Það er bara Rodríguez. Já. Bara tekið út Desperado. Já. En, já. En það smá svona, það er ákveðin Desperado hlutur þarna, Danny Trejo og... Já, Desperado er cool. Í sammála. Book of Boba Fett er ekki cool. Og Star Wars álíka á engum tímapunkt að vera Desperado. Nei. En það er svo fyndið sko, því hann það er sorglegt kannski frekar, hann kemur með þessa innkomu, Rodríguez, hann leikstýri Boba Fett þættinum í Mando, série 2. Mér fannst það alveg cool. Sko, það er alveg cool. Mér fannst það cool. Það vantaði, það var með série 2 Mando, sá þáttur örugglega styrstur og hann er aðalega hasar. Það er minna development í þeim þætti einhvern veginn, hann er aðeins öðru sitt pacing á honum. En alltaf Hasan er virkal, hann er cool. Þegar hann er með fucking stikkið og er að mökka stormtrooperina, þú veist, nota einhverja svona Hawaii bardagalistir eitthvað, þú veist, mér fannst það mjög töff, sko. Já. Og mér fannst þetta líka, bara því við erum að tala þann þátt, það var fucking cool líka þeir eiginlega skipið hans Mando. Ég sakna þess alveg ennþá, sko, á Razor Crest. Já. Gjössamlega opleitur þetta, sko. Nú þegar þetta bara mjög random útstæðningur. Getið þið nefnt uppáhalds skipið ykkar í Star Wars? Vá, það er eiginlega erfiðar upp á karakterum minn, sko. Já, því það er alveg mörg frekar cool skip, sko. Já, góð skip, sko. Ég fíla skip hans Boba Fett. Já, Slave One. Já, Slave One var ekki að hella, sko. í Boba Fett, þetta er svona... Má ekki heita Slave One. Nei. Ég ætla að segja Jedi Það Starfighter. var samt ekki alveg þannig, sko. Það var bara eitthvað Lego, sko. Eða eitthvað, þú veist. Ég fíla alltaf Jedi Starfighter. Hvað sagði, Jedi, já, bara eins og í Revenge. Já, hann er góð. Ég fíla líka að þar byrjuði svolítið með þessa ringi sem var svona, er fyrir Deep Space Travel. Já, Hyperspace ringi. En má ég segja bara TIE Fighter? Já, ok, því ég dýrka þá. Það er ránt svo samt. Hvað er? Ég held að ég verði, sko, að hendi í Ghost úr Rebels. Já. Ég þekki það Það er alveg næst skip og líka Hera er alveg bara með hellustu pilotum í Star Wars, en það er líka, þú veist, þeir eru líka með shuttle sem heitir Phantom, svo reyndar skemmist það með að þið fá annað shuttle, en það er bara svona skip sem maður svolítið svona, ef ég myndi lýsa einhverju Star Wars skipu og hvernig það lítur út að innan og þá getur ég lýst því mest, sko. Það er svolítið svona nerd en það er líka spáð svona Firefly vibes, gott cargo hold og svona. Ég elskar með að þvíta ballís. Já. Mér finnst bara cool hljóðið sem kemur úr TIE Fighter. Það var gott hljóðið þeim, sko. Já, okkur. Ok, hvað, Boba Fett? Já, þetta er ekki góð sér, Nei. Ég ætla að segja, mér finnst fyrir utan Mando-þættina, fyrsti þátturinn, ég var ekkert búin að afskrifa þetta þá, sko. Mér finnst þetta alveg Nei, ég er svo smálega saman. Eins og segir, þeir eru svona byrja að kynna þetta mafjósa, þú veist, crime lord, þú veist. Maður heldur til í það? Já. Svo var þetta bara alls ekki það. Og líka eitt sem að böggaði mig mjög mikið í Boba Fett, kom inn á þetta áðan, en þú veist, það eru eiginlega engar samræður í þessum þáttum. Bara alvöru samræður. Það er bara plott. Það er allt sem er sagt, fyrir utan ándöks svona 10 setningar í öllum þáttunum, er bara plott. Og það er bara, ég fokka ekki þannig shit, ég bara tek ekki þátt í. En það er líka, það bara merkjum lélegt efni. Já. Og það er líka oft, og maður kannski get ekki sett puttan á akkurat það sem er að bögga mann. Maður finnur líka bara oft, vá, ég er að horfa bara lélegt. Já. Þetta er bara ekki vandað. Það er eitthvað svona vandar, þú veist, það er pottið ekki, þegar þessi þættir eru gerðið, það er pottið ekki eitthvað svona, gaur, ég var að fá geggjað hugmynd, gerum þetta Boba Fett. Þú veist, heldur þetta, þú veist, gerum Boba Fett þætti, hvað fokkaðan mér þeirrum, skilur. Þú veist, þetta er svo mikið svona, það er ekki eins og að sé eitthvað svona sín á bakvið þetta. Nei, mér finnst þetta bara svo skrítið, af því hún kemur út eftir série 2 af Mando, eða ekki? Já. Þannig að Filoni og Favreau eru væntanlega með eitthvað pull, eitthvað power hjá Lucasfilm og Disney. Og þeir skila þessu af sig. Mér er alveg sama þó að Rodríguez hafi verið eitthvað fenginn eitthvað. Ég held að Favreau sem titlaði fyrir öllum þáttunum sem handist. Já.
allavega mörgum. Hann er allavega sko prodúser á þessu sko. Já. Og Filoni líka. Sér það líka alveg á þessum forging-senum og svona. Það er alltaf þetta ritual sem hann tekur og svo þetta blacksmithing-senur sem hann elskar. Hann Favreau? Já. Hann Favreau elskar menna... Meira að segja karakternas Favreau í Mando-eppan. Vissla. Já. Ég veit reyndar ekki hvort að Favreau sé í búningnum en ég held það. Hann er allavega sama bild, sko. En ég bara pæla þessu, hvað klikkar? Hvernig gat þetta enda svona? Ég fucking veit ekki. Voru þetta COVID-þættir? Voru þetta? COVID-þættir. COVID? Það er eitt, sko. Ég er aðeins búin að mýkjast smá, eins og Kenobi og mikið af þessum MCU dóti síðlinn ár. Ég er aðeins búin að vera svona, er þetta ekki allt svolítið impactað af COVID, það sem var framleitt í COVID. Ég get ekki gefið því afsökun. Ég er ekki að segja að það afsaki eða eitthvað sé, þú veist eitthvað, en það er kannski ástæðan fyrir að sumt sökkar. Já, eins og með það, ok, COVID kemur, því það allt er bara lélega handrit. Það er einmitt. Nei, það er mjög góð punktur. Það ætti ekki verið að skrifa verra í COVID. Sko, mig grunar Kenobi, ég held að þeir hafi verið, þú veist, röst, af því að Ewan McGregor var alltaf í einu laus og þau bara neglum þessi production, skilur. Það er líka eins og það ætlaði að gera eitthvað bíómynd, svo það við bara tekja að strippa eitthvað niður. Þú býrði ekki til handrita bíómynd og svo bara breytir því í það er ekki hægt. Þetta er svo allt þessu form. Og þú finnur það í Kenobi svo mikið, sko, að þetta myndi virka, þetta hefði virkað vel sem mynd. Já. Þú finnur líka bara að þetta er ekki rétt manneska að gera svo þetta. Nei, ég var ekkert að biðja Kenobi en Rífa. Nei, fucking nei. Ég vildi Kenobi. Princess Leia 10 ára. Ég vildi það ekkert. Kemur Anakin og fucking Obi-Wan Kenobi, maður. Sem hefði kannski mögulega diffkað. Ég satt fyrir að Princess Leia hefði getur góða vinkill á þessu. Bæði að því að, þú veist, hver er að byggja það? Ég veit ekki neitt sem að bara, ég verðum að fá Princess Leia krakka þetta. Jú, sko, að því að líka, þú veist, New Hope byrjar á því að, þú veist, Leia sendir skilaboð á Obi-Wan Kenobi, þú veist, your only hope. Þannig að, þú veist, það er established að hún veit hver hann er. Já. Og við veitum ekkert söguna bak við það. Og þú veist, það hefði alveg geta gert eitthvað góða sögu í kringum það. Ég er alveg sammála. Ég hefði sjálfur kannski haft hana aðeins eldri í þáttunum. Já, ekki 10 ára. Nei, það sem gerist, við veitum komin út í Kenobi, en það sem gerist ekki þú með krakka leikar, og ég tala ekki á TV-schedule. Þú hefur oft minni tíma, það er miklu meira, þú veist að skila þér svona, að miklu meira hraði í sjónvarpi. Já. Og krakka mega bara leiki í 3 tíma. Já, og þú getur ekki tekið, það er engin bara eitthvað, það er engin Kubrick leikstur í TV. Það finnst sér, tökum við hana. Þú hendir blaðinu, þetta er ekki nógu vel gert taka 50, það sem ég er að segja þú getur ekkert fimbúsan eitt leik krakka, og krakkar eru oftast ekki góði leikarar. Þá erum við að horfa á fucking drast með einhvern krakka, og ég veit að tala það má ekki gagnrýna krakkaleikara, ég skil það alveg, þetta er kannski leikstjórnum frekar að kenna, en þetta er það sem ég þarf að horfa á. Já, mér finnst það með að gagnrýna krakkaleikara. Já, ég meina það má ekki en að gera þetta. Maður hjarkar ekki í sig. Og ég er ekkert að fara að drulla yfir greiði stelpuna. Þið sjá hvað gerist úr Jake Lloyd í Phantom Menace. Það er eitthvað sem ég er ekkert alls ekki hlindur. En þegar maður horfir á þetta, þetta er svo lélegt, þetta er ekkert svakalega flott frammiðsta, þannig að þú ert að taka svo mikið séns út með svona ungan karakter. Finnst mér. Kannski hafa það svo mikið á skján. En þess að ég var alveg til í að fá eitthvað bakstur á milli Obi-Wan og Leia. Að því þess að í New Hope, bara fyrsta sem við sjáum Leia gera er að senda skilaboð á Obi-Wan. Mér fannst á heildina liti Kenobi alveg ganga vel upp, svona, það braut ekkert lórið mikið eitthvað, skilur við. Þetta var svo illa skrifað. Þetta er skælvilega skrifað. Vitið þið hvað var gott við Obi-Wan Kenobi? Hvað? Darth fucking Vader. Já, hann hefði ekki verið betri. Sko, mér fannst hann bara betri þarna heldur en nokkuð tíman áður. Já, ég sammála. Þú veist, þú varst líka að tala áður, þú veist, senda Grand Inquisitor á móti Vader, og svo fá þarna Vader og þessi Rífa barða, sem ég veist að vera besti bardaðin í þeim þátt. Ég er alveg sammála, mér finnst það ekki nógu góður lokafætin. Þú veist, við sjáum bara Vader standa kjurran, hún er eitthvað hakkar í sig og hann er bara svona veifa henni frá. Einmitt. Og það var svo góður kontrast við í sama þætti, þá sjáum við, þú veist, hann, Anakin og Obi-Wan að treyna, þannig að þar sjáum við, þú veist, Obi-Wan er ennþá masterinn, hann er alveg með Anakin, skilur, getur alltaf tekið hann eiginlega. En Rífa er bara stungin og lifir af. Tvisvar. Þetta er alltaf eitthvað svona, þetta er illa skrifað. Og ég hefði viljað, þar sem ég held að sér henni því, þess vegna er ég spenntur. Bara eitthvað, wow, hei geggjað, fáum Anakin aftur, við fáum Vader. Við fáum Obi-Wan.
Og þeir fá Heiti Kristens. Já. og Júan, þú veist, heitum við Júan Já. on screen Já. together, við höfum aldrei fáið aftur Við höfum aldrei fáið Og aftur við fáum það á einhverju rust. Já, Sorry, þú veist. mér fannst þetta drast. Þetta var drast. sería. Þetta er drasl, sko. Svo bara loka bardaginn þú veist, eina atrið sem var að býja eftir alla seríuna þá var alltaf að kötta á, rífa að vera eldast til börn og ég þóli ekki í bíómyndum þegar hann er að búa til eitthvað ógnur karakterum og hann er að ógna börn Nei, eins og það er ekki, eins og í Love and Thunder Já, einmitt. Thor, þú veist, við fáum Christian Bale sem geggjaðan karakter og hann er að leika hann vel og svo öll atrið sem hann var eitthvað skeri þá stendur hann einhverjum börnum í búr var að hræða þau. það er bara eitthvað svona þú veist, skrýmsli í skápnum þú veist, maður átti ekki að vera hræddur við einmitt. Mér finnst þetta líka svo illa vegið að, þú veist, þarna ég fíla alltaf Joel Edgerton sem Uncle Owen Já. og það storyline fannst mér mjög furulegt þarna og líka bara hvernig þessi sería byrjar með þarna annan bróðurinn þarna hvað heitir hann þetta? Safdie bróður? Benny Safdie. Já, Benny Safdie. Geggja leikari. Þú veist, ég skil ekki sko neitt á hverju fokkarum hann var hann. Því hann er á uppleið. Elskar pottið Star Wars. Já, ég veit það. En hann hefði alveg hugsanlega getað fengið eitthvað alvöru Star Wars hlutverk eftir 10 ár. Svo var þetta alltaf, þetta var svo lélegt. Var það ekki hann sem bara eitthvað finnur Obi-Wan? Hann lappar bara eitthvað finnur hann bara eitthvað upp úr Og þurru. hann kallar hann Obi-Wan, sko. Já, og svo sáum við svona POV-skot eins og sé einhver að horfa á, en það var ábyggin enginn að horfa á. Þá líka fann ég, og það er svo óþægt, þetta er í fyrsta þættinu, minni mig. Já. Það er svo óþægt, þú finnur bara svona, ó nei, nei, Þarna- er þetta svona? Við púlum líka sama með Luke, þú veist, bara Obi-Wan hann er bara virkilega búin að cancela öllu sem hann stendur fyrir og eitthvað, þú veist. Búin að loka sig frá það fólks. Glimtu að hann segir sem gæði bara fara, svo gæði bara drepin, skilur, veist. Málið, þetta fokkaði mjög mikið yfir. Ég var alltaf bara í 20 ár, þá var bara Obi-Wan Kenobi að bara meditata og passa upp á Luke. Það var bara höfðað mér, sko. Já, en svo er þetta gaman núna, upp Obi-Wan, þú sagði það, upp á skartin í Star Wars. Ég meina, bara, hvernig fannst þér? Ég var svo fucking, þarna var ég Varstu ekki fyrst bara að bara gráta? fekk smá í hjarta, alveg, bara hvað er að gerast? Málið, ég fílaði alveg fyrsta þáttinn, eða svona á heldina, en hann er reynda með svona chase á eftir Leia, mér var staðalega það er lélegasta sem við séð. og það eru allir þættirnir í Obi-Wan Kenobi með einhverju svona mómenti þar sem maður er bara, horfðu þið ekki á þetta Þetta er svo- áður en gáðu Líka þessu þegar, lélegt. í þriðja þætti þegar Obi-Wan er að chasa hana. Þú veist, á Kaliforníu-plánunni. já. Þá er hann líka, þú veist, hún bara bambúsula hann hart. Er það fyrir eftir að fela hann í frakkan sínum? Alveg með félag með Þetta er allt svona. Þetta er svo lélegt. Frakkanum. Karakterinn hans Kumail Nanjiani er svo fucking lélugur, sko. Þannig að fake Jediinn sem er síðan bara geðt góðu gaur. Þetta er líka svo hrættir að kveika geislarum sem þáttum. Já. Ég þurfi bara allan tíman, sko, bara við býðum í 4 þætti eða eitthvað áður hann að, þú veist, Kenobi kveikir almennilega geislurinn. Og hann er svo hrættur eitthvað við það. Já, og svo loksins að gera það. Þá sökkar hann. Já, þú veist, ok, kemur eitthvað cool atriða þarna í myrkrinu að bjarga Leia. Svo bara, beint aftur í blasturinn. En veitu hvað, mér finnst skrítnast við þetta. Blastur. Það er svona cool endur, fyrst þegar hann grípur sverið, þá gerir hann af instinkt. Já, það veitir. En eftir það á hann að nota. Þá líka sjáum við veitir þarna, fyrst skipti, hann kemur í bæinn, þú veist, gegn einhver atrið, dreifur um skæja út úr húsinu. Það var alveg cool. Já, það var þú veist, cool. veitir presence í þáttum, er geðveik. Síðan er göngin, þarna The Path, dótið, það er bara fucking, þarna, ég man ekki hvað þetta er einmitt núna, þarna, sem er bara búin að tagga nafni sitt á göngin, skilur Já, ímyndað út í felum í 10 ár, þú ert ekki að fucking merkja shit, sko, þú ert ekki að merkja eitthvað secret pathway með nafninu. Erum við að tala um kærastana Asars? Jú, hann heitir þarna Strákar. come on, þetta er svo Lukas, þú vitir ekki neitt um Star Wars, gummi. Nei, okkur að bjóða ykkur. Nei, hann er í Phantom Menace, þessi gæi, hann er hérna, Gamli. Nei, hann sett í bakgrunnum bara. hann sést í bakgrunnum, hann er svona Guðmur að svindla núna. Þeir sem eru að hlusta, hann er að svindla núna. Á meðan hann er googlað þetta, líka í Kenobi, þeir eru í göngunum, rétt áður hann að veitir mætir og berst við rífa og eitthvað þetta. Þeir eru, þú veist, það er einhver blastor fyrir aftan þau, þú komast ekki í gegnum það er að koma troopers í gegnum þetta og þau bara svona eru hold down í einhverju ógísla opnu rými, koma fokki margir stormtrooperar
og það er bara verið að blasta út allt og einu sem Engin í cover, engin í cover og allir er að fara og þau geta átt geðvitt dramatískt moment af því einhver er að fara að deyja og verður að fara að halda áfram með lífi give me hope, force be with you og eitthvað svona að veða meðan að vera 40 stóldur bara að blasta þau og svo deyr einmitt bara fyrir það að þetta var Quinlan Vos en þarna já, þetta er líka í Book of Boba Fett þú veist, þú sér þarna vespukrúi þau standa bara 5 hlið gera sig að nýtt stóra targeti ekkert tactical advantage í neinu sem neitt að gera en þú veist, maður er ekki að beða mikið nei, maður er ekki að beða bara einhver sko, original trilogy það er ekkert mynd sem er þekkt fyrir fólk að fara í cover eða eitthvað, skilur var ekki líka í Kenobi var þetta ekki eitthvað svona Kenobi þáttunum, var þetta ekki eitthvað kom ekki eitthvað svona, var ekki eitthvað hlið þetta opni ykkur eyðimörk var ekki eitthvað var eins og var gett erfitt, svo var gett auðvelt hefði gett að labba bara framhjá sig fara bara yfir hólinn þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona ekki vera að hafa með það fíbli það er bara drast það atriði reyndar náðu næstu grimmig af því að það er held í fyrsta Disney atriði sem er bara kött að gæði tvend já, ég meit og svo veitir það nei, hann dettur á hliðið og fer bara beint tvend já, en það er alltaf í Mando líka já, en við sjáum ekki gæðin köttis þarna erum við bara, þú veist, ok þetta er að fara að verða meira brútal, þú veist geislasverð eru geislasverð og svo bara komaði ekkert svo er þarna Inquisitornir í þessu þeir eru svo mikið bara eitthvað fucking húsgögn þú veist, þeir fá ekkert að gera neitt nema alltaf að rífa er alveg bara að færa halva fucking seríu sem er líka einu Inquisitorinn sem er ekki pre-established já og líka svo þegar Grand Inquisitor hann bara deyr snemma og svo allt í hennu bara í nei, ég var ekki döður það eru þrísvar í þessum þáttum þetta er ein sería, þetta eru 6 þættir þrísvar sem einhverju stungin í magan með lightsaber og lifur af já, bara hvað með Qui-Gon? já, hann stendur hana, am I a joke hann hefði átt að vera á Disney-tímabilinu Grand Inquisitor lítur líka engan veginn eins og hann á að gera ótrúlega bara horfðu þið ekki á Revenge of the Sith ég heldur hafi alvörunni ekki fatta að þetta reis væri til live action það er viðtal við Jim Lowe eða ekki manni hvað heitir sem er hjá ILM og hann segir eitthvað svona já við vorum að horfa á hvernig hann lítur út við Rebels og við fórum að hugsa í staðin fyrir að reyna að túlka þetta yfir í live action þú veist, ef þetta hefði verið í live action og þeir var að túlka þetta í Rebels hvernig myndi það líti út og maður bara, nei, veitu hvað er tala þeir eru ekkert að þetta reis hefur verið í áður í bíómynd þeir eru að búa þetta til út frá Revenge of the Sith það er alveg nokkri gæjar þar sko já, þetta fokkin vel út já, það er basically fucking uppáhals gemur þetta designum þitt já, þetta er held ég Doug Jones mögulega, þarna Abe Sapien sem leikur aðal nei, er þetta ekki 3 gaurar og 1 talar jú, 1 talar ég held þetta sé, hann heitir Bruce Spence ég hann leikur Lord of the Rings já, Mouth of Sauron hann leikur líka í Revenge of the Sith Mad Max og hann leikur líka í Matrix Revolutions gæin er bara alltaf einhverju frends hann leikur líka í Revenge of the Sith hann leikur Train já, við erum að tala já ok gæin sem er lestastöða já, hann er svo skrítið ég held þetta sé hann ég las einhvers staðar, ég ætla nú ekki að selja dýrinu að geta það sko að showrunnern af Kenobi hafði engan áhuga á Star Wars og hafi mögulega ekki séð Revenge of the Sith áður en að sá einstaklega fóru að gera held þessi réttur, held þessi allan að Deborah Chow þú veist hvernig nei, þetta var ekki Deborah Chow þetta er gaur hvernig ætlar að gera fram á það Deborah Chow var showrunnerinn á já, þetta er ekki showrunnerinn þá er einhver var hún showrunner? ég veit hún leikstýrði ég held að sé titlu showrunner sko þess vegna er Miss Filoni ekki titlaðar þú veist, prodúsar á því eða eitthvað af því að mér fannst, leikstjóra hliðin á þessu er alltaf bara djók já handritshöfundin á þessu er sko handritskriftin á þessu er líka bara já, svo líka bara eins og loka bardaginn þeir bara bleitildið stela úr bardaðsefni í Star Wars Rebels já bara kvartar hérna smá gríminni þetta er bara eitt hellasta momentið í Rebels you didn't kill Anakin mér fannst þetta reyndar líka fucking tough í Kenobi sko að sjá heitin og baki grímina og röddina og eitthvað þú veist það er líka ok, á sama tíma og ég var að segja að hann að mér er alltaf lægi ef Pedro er ekki í búningnum í Mando þá finnst mér geggjað að vita af heitin í Vader búningnum já það var svo leiðilegt að þegar þú færði þess að leikar aftur svo með Gregor og heitin aftur sem var svolítið svona hatar á tímabili en búin að fá svona redemption í gegnum tíðina þess að í setni tíð
fá það aftur og þeir eru bara í einhverju drastli. Já. Þetta er örugglega lélegasta sem Ewan McGregor hefur gert. Já, og gæðin... Birds of Prey var ekki góð. Nei, Yeah, en hann er... wow. Hann- Mér finnst hann góður í Hann er fucking góður í henni. Ég fíla ekki myndina, en mér finnst hann fucking Þú góður. ert að segja núna on the record, við horfum á Birds of Prey á þannig ég kom hingað í DC þáttum. Þetta voru klippt úr þættunum. Þetta var... Hvað finnst þér hana? Ég var svo skemmtileg. Jesus. Ég þess að dreif hennu. Já. En eins Þú og með... lofaði mér í. En eins og með... En ég sammála, hann var góður í Birds of En Prey. Birds of Prey, mér finnst það því sem er betur en þetta fucking Kenobi drastir Sammála, sko. Bara sorry. Já. Mér fannst þetta svo lélegt. Ég botnaði ekki í þessu. Mér Við finnst það Aron höfum verið að býða svolítið, það er einhver einn gæi að vinna í svona fan-editi. Hvernig það þarf að bjarga þessu Ég held að Hann er sko... Hvað Hvað segirðu? þú drífa bara? Hvað Hvað þessi mynd? Ég held að hann hafi verið patent hann held að hann fá ekki að lýsa þessu. Er það kött út leiði líka? Þessi gæi er ennþá að vinna í þessu og það er releasar þessu náttúrulega ekkit, þú veist, opinberulega. Ég held að vera vesen fyrir hann að En lýsa þessu. Þessi gæi tók sko alveg reshoots og hann er sérst visual effects gæi og hann er bara búin að vera að fara yfir þetta allt og Það er nenn að gera þetta. en hann er búin að vera líka að vinna í þessu 2 ár sko. Það er crazy. Og svo kannski... Bara þess að laga eitthvað Copyright strike. Já, Segðu bara hvað, þú veist, þetta er svona siðgæ. Bara, þú veist, hann sér eitthvað, hata það. 2 ára haldur á lífi bara, ég þarf að fucking breyta þessu. Hversu mikið var Filoni? Þetta er Dave Filoni þáttur. Hversu mikið var hann? ég tjekkaði á hann er bara skráður, þetta er nefnilega basically ekki Filoni sko. Hann er væntanlega eitthvað komið að þessu en hann er ekkert titlað nema bara special thanks. Kannski einhver smá ráðgjöf hér Já, og þar. ég held ekki að hann hafi hort á loka þáttunum bara, byrju, ég er búinn að gera þetta. Bara fuck this. Og ég er ekki búin að gera þetta miklu betra En líka núna, moving forward, þetta var það held ég eftir Kenobi, núna er náttúrulega Dave Filoni Chief Creative Officer hjá Lucasfilm, þannig að hann er bara beint undir Kathleen Kennedy yfir storygrúppinu öllu og hann er örugglega svolítið að taka ákvarðanir þú veist, hvaða myndir og projects þeir eru að setja í framleiðslu og kannski á hvaða forsendum. Það er svona sem mjög skrítið að þeir ætla bara að byrja að hendi eitthvað Mandalorian en Grogu mynd. Ég er honestly persónulega ekkert að biðja um það sko. Endum aðeins á því að ég vil aðeins að ræða við ykkur sem búið að tilkynna samvættu kveikmyndunar. Þetta er þá að skipa á Ahsoka. Endum þennan Já. Nei, við tökum aðeins Andor og tökum aðeins Ahsoka, svo vil ég enda þú veist bara á framtíðina í Star Wars. Obi-Wan Kenobi, drasserja, sammála það. Þeir náðu ekki eins að gera cool, þú veist, nógu cool atrið með Obi-Wan. Nei! Þú veist, í Castle Inquisitorium, þeir eru að skeipa á hangarinu, þú veist, loksins búin að taka upp geislurðið, það er, þú veist, 40 stormtroopers að skjóta á hann og það hefði getað fengið hella atrið, hún að vera með eitthvað, þú veist, Blackster Deflection, halda þeim á lífi. Deflektar hann einhverjum blaster hitti í þessum þáttum? Held ekki. Af 2 gæjum, það festist, þú veist, undir neðansjár, hann er svo að reyna að halda þessu á meðan hann að verja. En þú veist, svo kemur þetta atrið, við hefum getað séð eitthvað hella twirl, þú veist, Jedi Masterin komur aftur, nei, hann tekur úr blasterinn. Og við fengum bara einhvern ónýtan Obi-Wan. Já, ok. Mér langar Þunglinda, bara annan fucking Luke, þunglindur eftir að gera þetta. Svo grillað, þetta er sama, svona núllstilla einhvern veginn, þannig að hann enda nokkurn veginn meira sem við eigum vona á hann sé, þú veist. En maður túlkar það bara þannig í Revenge of the Sith að hann er bara að fara að þróast yfir í Alginnes, skilur. Þetta er eitthvað svona uppeyja, sko. En mér finnst líka, þú sagðir á hann að Duel of the Fates, Maul vs. Qui-Gon og Obi-Wan væri þinn uppáhalds lightsaber fight. Já. Minn uppáhalds fight er Rífa, nei, Ekki er ekki Kenobi þennir. Nei, alls ekki. Segja. Minn uppáhalds lightsaber fight, og ég er búin að nefna hann áður í þessu þætti, það er alltaf Mustafar, sko. Já, það er líka út af tilfinningunum og stakes. Já, fyrir mér að þeir svona semi-bræður, sko. Þú veist, Obi-Wan og Anakin og þetta er bara samband sem að snerti mig persónulega bara. Og þannig að ég hef búin að vera, því maður vissalega veit að var að fara að vera í þessum þáttum og svona, ok, þú veist, ég hefði aldrei viljað fá kannski rematch að þeim, en þú veist, I was getting it and I was pumped for it. Og svo er þetta bara, hvernig fokkan er, þú veist, Revenge of the Sith, þú ert með á einhverju fucking hraunflæðis plánetu og svo er þetta bara eitthvað svona myrkri við einhverja kletta. Þetta er bara einhver nám. Já. Og þetta er sko, líka því ég horfði á svona gerð þáttana og þeir voru eitthvað svona, þeir byrjuðu með eitthvað svona koncept, það væri svona eins og eitthvað svona risa hendi eða eitthvað að rísa upp úr jörðinni og svo bara svona hægt og rólega að þróa sér til, já, eða bara svona klettar. Já, eða bara klettar. og svo einhvern veginn bara committaður bara á þetta lúk, þetta er bara alveg
ógeðslega ómerkilega pláneta sem berjast á og þeir meira að fara bara á hana til að berjast. Hún gæti lítið út hvernig sem sko. Ég man ekki eins og hvað var að gera. Þeir bara fara, lenda og fæta. Það er bara Star Destroyer að elta sko einhvern veginn skate-pod sem þeir skoti bara niður svona en veitir bara nei, ég fer einn þarna og plugga þessu. Hann samt sko, hann stýrir Star Destroyerinn frá hinu, hann hefði náttúrulega geta bara blum og fara svo. Easy, líka bara Obi-Wan líka bara leiðin á hvernig þess að plánetu, skilur, hann ekki að fara neitt, skilur. Það er ekki svo lélegu barndæð, eitt atrið þarna, þannig sem að hann er að ná yfirhöndinni í Obi-Wan og hann er svona að byrja að henda þetta steinum á Vader, en hann er ekki að henda, nei, hann lifti bara höndunum svona upp, eins og svona Jesus figure, í staði fyrir að vera með eitthvað svona, þú veist, smá líkastjárningi, og það bara svona hann gerir svona og svo allavega kemur hann Já. En ég er svona að segja eitt jákvætt Obi-Wan Kenobi þættina. Hvað er það? Og þetta er svona bæði og sko. Ok, Grand Inquisitor í Rebels var leikinn af Jason Isaacs. Það hefði verið mjög gaman að sjá hann koma, Lucius Malfoy fyrir það sem að teki ekki við nafnið. En hann var bara upptekinn. En þeir fór Rupert Friend sem að mér finnst hellaða leikari og mér fannst hann gera mjög mikið með mjög lítið. Mér fannst að hann var ekki ástæðan fyrir Karþinn sökkaði. Nei, en hann er bara svo ljótur og óspennandi. Já. Og það er ekkert alveg, Rupert er ekkert ljótur maður. Make-up. Þetta er svo ljótt, þetta er ekkert spennandi. Í Rebels þá er einhverjum svona ílangur sko. Já, svo gera menn þessi. Eins og það reis. Þeir eru með svona rullukræða, þú veist, á húðinni. En í þáttum var hann gett bara en það er óslega gott stór bara ljósapenna. Já. Gott moment í næst síðasta þættinum held ég að sé þá er hann eitthvað áður en að Vader fer niður á plánunduna þar sem að hann bestu rífa þá er eitthvað svona Grand Inquisitor segir eitthvað svona ef að blasta úr þú veist, atmosfýrið eða eitthvað og hann eitthvað svona dismissar hann eitthvað Vader og bara sér bara svona svipurinn á Rupert Friend segir svo mikið. Það er leikari sem að mér finnst þetta gaman síðan ára að sjá, það er bara mjög góður í Aston City og ég er spenntur fyrir hann. Hann er geggjaður í Homeland. Já, ég átti eftir að horfa það, verður góður eða? Ég var líka eftir að sjá Aston City. Ok. Ég var líka eftir að sjá Schindler's List. Nei. Hann er ekki henni allavega. Nei, ok. Herri, höldum bara áfram, strákar. Andor. Fuck, hvað Andor er góð það. Ég ætla að vona við sem allir samla það. Já. Besta Star Wars efni síðan fucking Empire. Besta Star Wars efni. Aron. Sko, ég líka fór í það og hatað þetta. Mér langaði svo ekkert í þess að þetta. Mér fannst það eiginlega minnst spennandi karakterinn í Rogue One. Ok. Ég þú stanum að hann sást síðan þættina, eða? Já, svo kom fyrsta þátturinn og ég er svona alright, ég kveiki á næsta. Þá svona, ok, þriði, bara já, veistu, ég seldi. Svo kom seinna arkið. Þá var ég bara full on in. Og svo var það heldur sjötti þáttur sem að það ark klárast. Prison arkið. Nei, ekki Prison arkið. Nei, sjötti, sorry, já. Hæstidótið, þú veist, það er bara svo gæðið eitthvað senur, barndaatriði þeim þætti er líka bilað. Þá sjáum við líka bara, þú veist, untrained civilians með blastera bara að fela sig frá einhverjum stormtroopers. Við höfum alltaf séð það, við höfum alltaf séð einhverjum civilians bara standandi í línu á mótið þeim. Já. Þú veist, ekki hrætt við nein skot sem er að koma að sér. Þannig erum við bara að sjá bara, blaster sem koma og gæin er bara komin hingað í cover. Sér hræðsluna. Já, bara hræðsluna, þú veist, fer eitthvað, hey, cover me, og gæinn þorið þig ekki. Já, einmitt. Þú veist, gæða munurinn, og ég talaði Andor, ég gerði Andor þátt með Bigga, strákur sem kom til mín, algjör Star Wars nöttari, veitur oss mikið á orðskan talaðan, og gæða munurinn á Andor og Kenobi, þú bara finnur það. Þú sér það og þú finnur það. Bara svo, monologið hjá Stellan Skarsgård er betra en allt í Kenobi. Gæsahúð, sko. Þú veist bara, gæsahúð. Þetta er svo geðveikt stöf og þarna færum við þetta að finna fyrir eins og þú varst að tala Adam held ég í fyrirlutunum. Bara þarna fáum við bæði að finna fyrir hvernig væri að búa í heimi þar sem Empire væri við völd. Þetta er ekkert barnastöf. Nei. Og þú fær líka að finna fyrir hvað er mikilvægt að sitt til andspilna. Já. Þú fær svo mikið að finna fyrir því. Hvað er mikilvægt og hvað er erfitt og hvað þarf að passa þig. Og finnur líka í Andor hvað andspilnan þarf að nota dirty tactics. Já. Sem var svo sem í Rogue One líka. Já, þetta er þráður sem við pikkum upp frá Rogue One, sko. Er þetta dirty tactics? Því að í hinu myndu þá, þú veist,
Resistance gerir ekkert vond. Nei, Alltaf gera það sem er all gott. we need is hope. Já, all we need is hope. En í, einmitt, Rogue One og Andor, þetta er rosalega tengd verk. Já. Þetta er bara mjög. Þá einmitt sérðu, þau þurfa að vera, þau þurfa svolítið að stoop to their level líka. Eins og örgulega allar anspyrnur í heim. Einmitt. Og það er líka það sem að gerir Andor svo gott, þetta er svo fucking real. Þetta er svo miklu raunverulegra svona... Þetta er vel skrifað. Já, þetta er vel skrifað, einmitt. Það er bara alveg handisvöldar sem voru að skrifa eitthvað alveg verð. Þú sagði líka, þetta er ekki barnaefni. Mér finnst það sem Star Wars, ég held ég hafa mögulega sagt þetta einhvern veginn í bíóblar áður, það sem ég myndi vilja sjá þá gera væri bara, þú veist, fjölbreytt verk. Já, bara stundum er fyrir fullorðna, stundum er meira krakkadót, er það það? Mér langar í alvöru stríðsbíómynd í Star Wars. Það sem bara fucking R-rated. Saving Private Kenobi. Nánast allir deyja, skilur við eitthvað. Og ég vildi alltaf að Solo-myndin ætti að vera 16+, af því að, þú veist, Han Solo á að vera fáviti áður en við kynnumst honum. En einhvern veginn ákveður þeirra Solo-myndin ætti að snúast journeyið hans og hann verður fáviti í lokin, sem að, ég veist, fucking galið. Hann er að reyna að vera að geða góðu gæði, gett slæmum heim og í lokin hann bara, bam, nei, ég er fucking motherfucker. Það kom alltaf góð gritt í atrið í Solo. Ég fíla Solo. Trends Warfare atrið, það var alveg mjög flott. Það er svona gritt í, þú veist, war time. Ég er líka spenntur að rifja hann upp, ég sá hann bara í bíó. Og komur óvart hvað hann er alls ekki slæm. Eina sem ég finnst í Andor eru gemur. Það finnst ekki nóg af, þú veist, aliens on screen. Nei. Við erum bara að fylgjast með humans eiginlega allstað. Bara bærin sem hann býr í, enga gemurur, þú veist, enginn af sérstu fætir eru enga gemurur. Ég fann ekki fyrir þegar ég var að horfa á í hérna prisonið, eiginlega enga gemurur. Það er mjög góð punkt. Ég fann ekki fyrir þessu þegar ég var að horfa á, en þegar að þú nefnir það er mitt á, já. Böggaði mig ekkert, en ég fatt að hvað það tala. Er þetta ekki bara, þú veist, ef það væru gemurur, þá hefur þeir bara þurft að tróða þeim inn. Nei, þú veist, ég hef bara að sjá... En það er eðlilegt í heimi. Já, eðlilegt í heimi, þú veist, ég hef að sjá bara, þú veist, í prisonu, þú veist, hvað ef Andy Serkis var að leika bara einhvern gemur. Er þetta ekki bara einfalt, þú veist, þeir eru að vinna með sömu verkfærna til bla bla bla, þú veist, þetta er verksmiða. Þú veist, það meika meira sens að sé allir bara sama reis til þess að geta operata þetta equipment og eitthvað. En við vorum líka að tala á hann að hlutir ekki að þurfa að make a sense í Star Wars. Nei, en svo er líka, ég meina... Besta gemur eru með 2 hendur og 2 fætur. Já, það er örgulega dýrara. Það er dýrara. Það er definitív dýrara. Þetta er svona make-up dæmi. En ég get líka að skila kannski var þessi ákvörðun alveg tekin að hafa minna af gemurum, viljandi tekin. Bara er auðveldara þegar þú ert með kannski eitthvað svona gritti sem er svona svolítið meira real. Gemurur geta alveg dregið mjög marga úr, þú veist. Ég veit fullt af fólki sem getur ekki hort á eitthvað með gemurum eða kannski vildi Gilroy líka bara, það er alltaf auðveldara að selja bara tilfinningar með svipum. Já, þetta er svo Serkis geggjar í þessu. Ef hann hefur gemvera, en samt hann í mótar vel, bara eins og í Planet of the Apes. Þá ertu komið um þetta dýrt stöf. Já, svo er líka það. Ég er ekkert endra að segja Andy Serkis, en bara svona einn og einn kall. Þú þurft ekki að fara langt. Þetta er bara eitthvað svona humor að, þú veist, hann er blár. Með öðru eyru. Ég er alveg mjög sammála, sko. En ég fann ekki fyrir þessu þegar ég var að horfa á. Nei. Mér er alveg sama svo lengi sem að trubla mig ekki, sko. En ég væri ekkert á móti að væri meira gemurum hann, sko. En djöfull er fucking hellað í lokinu á þessari seríu. Þú veist, þetta koncept, fyrsta lagi finnst mér cool að mamman deyr bara off-screen, stjúmammans. Já. En síðan þetta koncept að þeir taka öskuna og setja henni í múrsteina. Já. Og þannig að þú verður svona hluti af building blocks fyrir bæinn. Og svo bara fucking moment þar sem að félag hans Andor, sem ég manni ekki hvað heitir, er bara að mökka einhverja stormtroopers með fucking múrstein. Þú veist, þetta er bara basically eins og við varum bara með líkistu að fucking negla einhverja gauðra. Mér finnst þetta svo cool. Þetta var í loka þættum. Já, og þetta er svona líka hlutur af því að sína hvernig, þú veist, hvernig hún er þá að berjast með þeim, skilur við. Þegar hún alltaf líka kemur með svona ákall og hvetur þau til þess að taka til átaka, skilur við. Þetta var svo gott, sko. Og þarna fyrst byrja maður að finna fyrir bara svona, þú veist, ef fucking vetrarbrautin kemur saman gegn Empire, hvað væri allt hægt, sko. Maður finn líka bara fyrir þegar þú horfið á þættina. Þetta er tekið upp úti. Þetta er gras þarna. Þeir eru líka ekkert voljum. Áþreifanlegt. Nei, þetta er áþreifanlegt. Þetta virkar ekki alltaf eins og fucking tyggjó og gúmmi heimur eitthvað. Þú veist, bara það er, við tónum voljumið, það getur við svo tala um, það getur við svo fárlega feik, það er ekki að setja það bara í allt. Svo sé maður Andor, þetta er bara svo feskur hérna, hvað er skorðið yfir það? Andblær. Já, algjörlega.
þetta er svo allt annað að horfa á þetta. Alveg sammála. Gæðastöf frá nánast aðtölu. Ég átti fyrst, það var fyrst áttan að horfa svona. Ég bindsa þetta, minni mig. Ég gæti tekið einhverja marga í röð. Já. Gáðu ekki út fyrstu tvo bara. Ég alltaf var ekkert spenntur fyrir þessu. Nei, ég var ekkert spenntur fyrir þessu. Og svo sjátt á góðan hjá okkur, hann Gabba Mána. Hann sendi okkur á eitthvað chati og hann horfði á 3 þætti og bara, þetta er bara lélegasta shit sem ég séð. Og svo þegar hann komin 4 bara, ytri allt tilbaka. Þetta er bara eitt af besta Star Wars shit sem ég séð. Mér fannst líka, því ég átti þess að samræða við nokkra Star Wars áttandur. Mér er svo skrítið. Og ég veit það ekki lightsabers fight í þessu. Hvað með það? Sko, ég vil bara allt í góðu. Já, ég vil bara gott drama. Já. Og það er best í Andor. Mér finnst margir hafa afskrifast af þetta út af því. Ég sammála hann, ég var ekkert spenntur fyrir þeim. Ég samt gæði séns. Já, ég gæði Og það bara kom mér vel óvart. Gigantísku munur á gæðum. Gæðum þarna og eitthvað annars það. Þessi voru líka, þeir voru fyrstu þættirnir sem voru announced og svo tók 5 ára eða eitthvað. Já, en það var líka bara vandað meira til verka. Mér finnst líka, nú er ég búin að sjá hvað þetta gerir í Star Wars. Já. Þá finnst mér rosa erfitt að fara í eitthvað subpar efni. Já, það er alveg sammála. Þú veist, mér finnst það bara erfitt. Þess vegna líka þegar, þú veist, skilur Mando Sería 3 kemur á eftir Andor, það er maður bara, hvað er það fucking tala? Þeir alltaf að tala um, þú veist, þetta er samt ofta svona eitthvað genres. Þú veist, þetta genre einhvern veginn að virka, þú veist, mjög vel í Star Wars, en við erum líka með fullt af þeirri genres. Mér finnst það líka til það, þú veist, við erum með western og við erum með nú að... Það var náttúrulega rétt á sér í Star Wars. En það getur alltaf verið vandasamt. Já. Ég meina, þú veist, góð grímmynd getur alveg jafn góð hasamynd ef þetta er vel gert. Algjörlega. Það þarf ekki, mér finnst ekki hægt að segja bara, þetta er bara grín. Og hvað, á ég þá bara að lækka standardin? Nei, alls ekki. Bara alls ekki. Þarna, þegar ég horfði á Andor, og bara, ég er enda að byrja að fíla á bara svo fyrstu 5 mínúturum. Þú veist, þegar hann skýtur gæjan, sama hér. Þá var ég bara, fucking sold. Já, sold. Ég bara, þetta er cool byrjun maður. En síðan í lokinn á 7. þætti, þegar það er hann svona 1000 stjörnurhröp og þau eru að beila úr hæstinu, mér minnir ég hafi staðið upp og ég bara hendur á kinnarnar og ég horfði á þetta og ég bara, what the fuck, mér hefur ekki liðið svona bara síðan sem var eins og sett í bíó. Þetta var bara svona alvöru fucking moment. Þarna þetta líka með, þú veist, það er persónusköpunin, það sem er í gangi, mér minnir að einn gæðin er bara nánast að deyja þarna inn í skipinu. Þannig að söguþráðu persónuna og stakesinn, þau eru að ræna þetta, og visualarnir, allt að koma saman, skilur við. Þetta er ekki töff af því bara. Þau eru að nota þessa ljósadýr til að flýja, skilur við. Og þetta myndi mér líka svolítið á Rebels. Það er oft svona eitthvað svona við erum að nota eitthvað svona náttúrufenómenons og eitthvað svona til þess að flýja og svona. Og mér fannst geðvægt líka, og verðum að nefna það í Andor. Mér finnst cool að sjá pólitíkina hjá Empire. Fengum að sjá svolítið svona behind the scenes hjá þeim. Það sem er ekki bara goofballs. Já, og mér finnst það geðvægt. Security departmentinu og, þú veist, svo fengum við þessi Mon Mothma atrið að hún eitthvað að safna einhverju. Geðvægt. Mon Mothma geggjuð. Og að upplega hvað er mikil ógn við hana. Bara það eru spæs út allt. Já, hættan. Þú ætti að passa þig. Getur ekkert sagt hvert sem er, hvað ætti að hugsa, hvað ætti að gera. Og líka bara sem Stellan karakterinn. Fuck, ég man ekki hvað hann hýt. Gíos. Heitir hann ekki Stellan Gíos? Nei, það er hann að gæði. Það er hann að Jedi. Hann heitir hann Luthen, eitthvað. Allavega, hann er með, þú veist. Heitir hann Beran Luthen? Hann er með gerfi. Já. Það var fucking töff. Það var svo cool. Þau þurftu svo mikið að passa sig þegar þau hittast og þetta er bara vandað efni fyrir fólk sem er eldri en fucking 12. Já. Ég skil ekki af hverju þetta er eina dóti sem hefur verið með svona þrengri markhóp, veist. Disney heldur bara í alvörunni að þú getur bara get one size fits all bíómyndir. Það er gallin. Já. Marvel Hitt Star Wars. Þetta er bara ég er bara svo leiður á þessu. Ég er bara líka, sko. En svo kemur eitthvað svo Andor það sem er svona shit, hvað það getur verið. Já, þá hugsaðast með þér þetta er undirtenningin. Þetta ágjur undirtenningin. Þetta bara er standardin. Alveg sama í hvað geira þeir fara. Hérna getur verið góðu tími fyrir okkur að koma með smá curveball. Það er eitt sem við vildum tala um. Það er ekkert annað langt. Þú láti ekki bara vita þegar við höfum að hreyfa boltan. En geðveikt Star Wars dót sem að þú ert ekki búin að upplifa, held ég, bestur ég veit. Veit ekki hvað það er? Jú, 100% held ég. Star Wars Jedi leikirnir.
Já. Ertu eitthvað búin að checka á þeim? Já, ég spilaði aðeins fyrsta. Sko, Jedi Survivor, Geggjaður. já, það er basically besta tölvuleikja sequel ever. Af því að þeir taka svo mikið grunninn og gera eitthvað svo miklu betra. Ég bara gat ekki Star Wars / Uncharted tölvuleik. Hvað bara, Það er svona, ég bara fíla ekki gameplay. þú bara beilaðir. Nei, ég klára hann ekki. Mér fannst það bara ekki skemmtlur. Ég er enda að spila það fyrir honum fílaði hann fyrst þessu playthrough, tók hann svo aftur, hataði hann, Já. svo kom Survivor. Ég næði ekki að spila. Sko, Hann er geggjaður. Hann er geðveikur. mér fannst aldrei gameplayið vera highlightið í Fallen Order, en þú veist, maður er alltaf að unlocka fleiri abilities í Fallen Order, en síðan í Survivor, þú veist, þá byrjar með þau öll og unlocka 4, 5, 9. Og í lokin á Jedi Survivor, það er bara traversali orðið svo fucking djúft, og þú byrjar að double jumpa, dasha, grappla og þú veist, þú nærið ákveðinu svona bara flæði og flow state í svona leik sem að bara fáið leikir hafa mattsa fyrir mig. Þetta var svona leikur sem þegar ég hætti að spila hann og ég fór að spila aðra töluleiki, þá var ég alltaf að hoppa. Af því að þú veist, maður er svona vanur ákveðnum hreyfingum. Sko líka engin leikur, sorry. Já, þú veist, já, hann bara blanda líka prequels og original trilogy svona geðveitt fyrir Já, og High Republic er það líka. Og sorry, ég verðs að segja eitt. Þú ert talað um eitthvað besta tölvuleikja framhald ever. Ég er ekki búin að spila Survivor. En hann getur ekki verið betur en Doom Eternal, maður. Ég get að segja hans er betri, en hann er sammála. Það er besti leikur sem þetta er ég spila. spurning hver mikið betri en fyrirleikurinn hann er. Já, reyndar fyrir Doom geggjaði Já, líka. Jedi Fallen Order, það er geðvett svona, maður finnur svo mikið fyrir takmörkunum, skilur. Já, hann er alveg, hann er munslagari, sko. Já. Já, en svo líka bara... Ég er að nitpicka. Já, varum að gera það. Mér fannst bara, eins og ég, gameplay var ekki að virka fyrir mig. Mér fannst það ekki svakalega skemmtlur. Og ég bara fílaði ekki aðalkartin. Mér fannst það ekki svakalega skemmtlur. Hann verður miklu betri finnst mér allavega. Já, ég nenni ekki að spila fucking heilan leik. Þetta er svipaði svo, einhver ný sér ekki kemur. Herru, fyrstu 10 þættinir eru lélegir, en eftir það maður, geggjað. Gerðu það fyrstu 10 góða. Ég hef aldrei séð þætti þessum fyrstu 10 sökka og svo verður þetta gott. Já, en ég er að taka bara eitthvað. En fólk segir þetta. Já, já. Og, þú veist, ég nenni því. Ég hef aldrei skilað það. Nei, ég spist það Breaking Bad heller. Mér finnst sinna Breaking Bad heller. En ef við tökum bara aðeins að kannski meira storyið í Survivor. Já, ég er ekkert að segja það sé lélegt. Það er mjög gott story sem að toucha einmitt á líka tíma sem við höfum ekkert verið að toucha mikið í High Republic situation þar, sko. Já. Og líka, sko, í Jedi Survivor sem við erum að fá í Acolyte. Já. Ég held að það verði drast. Já, ég er nokkuð vissum að setja. Ég er löngu hættur að áætla eitthvað sem verði gott, en maður vonar alltaf. We can only hope. Já, við fáum eins og andur. Já. Þá verðum við að pýna svona, hei, Akkurat. kannski bjarsinn. En þetta Acolyte, því ég var spenntur fyrir því, ég held að þetta verði drasl. Ég skal geta þessu orð, ef þetta er rámt hjá mér. Ég hef alveg sagt oft í þessum podcast eitthvað kjaftaði. Frækt ég sagði, ég held þessi frækt, í podcast Bíóblaðsheiminum. Þegar ég sagði að Black Adam er skemmtilega en Wakanda forever, hérna það ekki. Men við þurfum bara að lifa með þessu, Hafi. Og ég er búin að spyðast afsökunar, það var rámt hjá mér. Já. Af því það var hræðileg mynd. Fucking movie, sko. En ok, allavega. Já, nei, okay, þetta er cool, þú veist, ef maður bara svona, yfir rétt hoppa maður yfir Fallen Order og Survivor, þarna er þetta með svona eins og Kanan, skilur við, þetta er svona Jedi sem að, þú veist, er Padawan og, þú veist, þegar Order 66 happens, það gerist, þetta whack, slang, en alltaf hana, slanga henni. Mér finnst þetta cool fyrir heiminn, þeir nota Inquisitoriana vel, og við fáum líka fyrst að skipta að sjá þarna Múr eða Núr, ég man ekki hvað heitir þarna Castle Inquisitorius, þegar hann, þú veist, að taka það í login. Þetta er líka fyrsta skipti sem við sáum, þú veist, Dathomir í einhverju öðru en Clone Wars, og núna, þarna, við tölum að sóka eftir, en þú veist, það er svolítið Dathomir að koma aftur inn, loksins eiginlega í live action, og þarna, svo er sko Vader, svo geðveikur í báðum leikjunum, í fyrsta leiknum, og bara, já, spoilers fyrir Fallen Order og Survivor. Í fyrsta leiknum, þá kemur Vader og kemur bara texti bara run. Þú getur ekkert barast við hann, þú er bara að beila. Og hann er bara að fokka umhverfunu kringu, það var bara hella stöf. Ég vil fá það ekki nóg í þáttunum. Já, ég sammála. Hann er með það, þú veist. Öll bestu þátturinn er bara veitir á skjánum, standa kjur með brjála presens. Já. Og vera bara fucking reyður. Bardaginn, sama þætti þegar, þú veist, þeir eru að fara fría og hann bara grípur skipan eða sé ekki neitt, sko. Einmitt. Starkiller movie. Það var ekki heitt líka.
Ég er alveg Poor writing. Já, Poor writing, þú veist. Plot armor. Mér fannst það mjög stúpid, sko. Þetta var svona, heyri, það annars skip. Já, veitir það. Og svo líka með Jedi Survivor, ef þeir einhvern tíma langa að byggja þetta í geislasverð, þá hverki betra að gera það en Jedi Survivor. Hann miklu opnari, starri möpp og storyið í honum. Við erum búin að tala um svona Bridger, High Republic, Original og Sequels. En það líka svona skemmtileg tie-ins á heiminn, eins og The Path sem við sáum hann í Obi-Wan Kenobi. Og sko, Obi-Wan Kenobi og þessir leikir eru svolítið tengdir. Til dæmis Castle Inquisitorius. En þetta bara svona spennandi dót. Ég mjög spenntur fyrir framhald af Survivor. Hann endar á að hann að opna eitthvað svona base eitthvað fyrir The Path. En hann hvarf svolítið. Leikurinn? Mér fannst það. Já, ég er alveg sammála. Ég seldist, en mér fannst það svolítið svona hverfa bara. Sko viðtökurnar voru klálega góðar, bara vel gagnrýndur og svona. En þessi leikir... Smá steit á hann þegar hann kom út. Já, reyndar hann alveg brikkaði PlayStation 12 félag okkar. Já, var hann ekki svolítið buggaður? Já, ég fann það ekkert fyrir því, en fólk var að lendi í, sko. Ok, höldum áfram. Svo sem ekki hún er dætt í miðnætti. Já. Ok, höldum áfram. Já, hún er bara, Við erum búin að kofra aðeins Andor, við erum ekki að fara djúpt í hver einstu seríu. Ok, Ahsoka, er ég að gleyma ykkur seríu? Við erum að sjá. Er ég að gleyma ykkur seríu? Jedi. Gott líka, klárum þetta á Ahsoka. Það er líka alveg bara... Já, það er hans bein. Það er culmination af ferðlinum hans. Ok, þá ætlum ég bara að spyrja ykkur, bara strax núna. Hvernig fannst ykkur þessi sería? Nei, megum við spyrja þig. Mér fannst hún hræðileg. Mér fannst hún ömurleg þessi sería. Bara sorry, ég vil ekki endið á okkur neikvæða nótum. Nei. Mér fannst hún alveg drepleiðileg. Mér fannst hún að vanta alla orku í hana. Hvort sem það eru ykkur lightsaber fightar eða bara fólk að tala saman. Mér fannst þetta allt svo döll. Mér finnst þér kýna þrón allt og seint. Sammála því. Ég held, með að hvað pace er ógeðslega hægt, þá held ég alveg, ég djókaði félag mér ég held ég alveg að einn þáttur myndi bara gerast. Heill þáttur inn í þessum kvali hana. Já. Þú veist, mér leið bara þannig. Svo, annað, ég var aldrei búin að klára þessu seríu. Fyrir en bara fyrir stuttu. Ég veist að, ég var að klára þetta drasla hann í Dave Filoni. Og ég var rétt að deyja úr leiðin. Mér finnst þetta svo leiðinlega sería. Og Filoni alltaf leikstýrir langflestum, held ég. Já. Og skrifar þetta alltaf, held ég. Já, alltaf hann að klálega, þú veist, það sem er með yfir umsjón yfir handritinu, sko. Þannig fyrir mig var þetta algjör feilnóta og að bera þetta saman við Andor og mér veist ekkert að því að bera þetta saman við Andor. Það við erum búin að fá frá Disney live action Star Wars series sem er svona vönduð. Ég meina, ég veit ekki hvað þeir að fara að segja en ég trúi ekki að þeir sem var að setja á sama stall. Nei. Ekki Andor, nei, en... Mér finnst sko Andor kannski bara betra heldur en Original Trilogy, sko. Ég er eiginlega búin að eiga mjög erfitt með að klást við þessa tilfinning. Bara... Krakkin í mér skilur heldur alltaf í Star Wars, en þarna er bara miklu meira sem að ég fíl í dag. En ef við berum saman kannski sængja þannig að bera saman Andor og Ahsoka, þetta eru báðar Já, ég er alveg sammála. Algjörlega. Þú veist bara upp á gæðin, hvort sem það er í leik. Mér finnst líka bara eins og það orku lítið. Mér finnst bara allt, með alla framistur, mér finnst bara, þetta er svo dölmaður. Já, þú kannski tekur næst? Já, því ég er ábygglega ég er næsta stökk frá þér áður en við komum til þeirra. Mér fannst hún ekki að bleiðilega þér, en mér fannst hún ekki spes. Ég myndi gefa henni svona solid 6-5 af 10. Ég sammálaði með að paceið mjög hægt. Mér fannst ógeðslega mikil fita á þessu sem þurfti ekki að vera þarna. Ég fílaði Ray Stevenson. Já, shit, já. Ég fílaði hann alltaf. Já, mér fannst hann geggjaður. Og bara hvernig hann lítur út. Hann bara svo nettur. Mjög ánægði með að þau ákvaða, þau voru ekki eitthvað drápan ekki eða eitthvað, karakterinn. Og sorglega þannig dó leikarinn. Já, mjög. Og mér fannst alveg gaman að sjá Hayden Christensen fá svona smá þátt sig. Já. Af því að hann er, þú veist, af því að Anakin er eitt af mikilvægasta í lífinu hennar. Já, fá loksins að sjá þau bæði í live action, það gefur Clone Wars rosalega mikið gildi, skilur. Þú veist, núna hef ég séð Hayden Christensen að leika anspænis Ahsoka Tano. Ég átti aldrei von bara ever að sjá það. Mér finnst það alveg fucking tough. Já, ég er mjög sammála því. Mér fannst það fínt en annars fannst mér ekkert mikið annað gerast sem ég hafði áhuga á. Mér fannst hins vegar lightsaber fightin alveg cool. En ég er alveg eins og
Gummi og ég held þú hafi, ég held þú sett aðeins minni þessu, ég er ekki alveg fights for the sake of fights. Já, ég vil bara grípa orðið, ég er mjög sammálaður þar og mér finnst eiginlega aðeins svo margir lightsaber fighter í þessari seríu. Finnst ykkur það er einn karakter þarna. Mér finnst þeir mjög vel koreografaðar og gert. Bara my favorite lightsaber fight er í Þeir fjórða. eru svo hægir! Þetta er svo slow! Það er þetta saman með prequel-fætana. Já, það er ofrætt. Þeir eru orðaðir, ég skal viðurkenna það, þó ég fíla alveg þessu Mustafar sem Þeir eiga að vera hraðir, þeir eru fucking ljósir að sveifla, þetta er ekki þungt sverð. Já, en svo fyrir við þeim í sequel trilogy, sem þetta er meira og Já, original trilogy, og- þá er þetta miklu meira fancy. Já, en erum við að fíla það? Já, ég er alveg, þú veist, original trilogy. Þú veist alltaf að Lord of the Rings, kann. Já, þú veist. Sverð. Svo má líka kannski bara færa smá rauk fyrir því að, þú veist, að lightsaber duelistarnir í Ahsoka séu flestir ekki jafn góðir, þú veist, Anakin og Obi-Wan. Þú veist, og þeir líka... En það er samt ekkert máli, þetta er alltaf bara TV budget. En mér finnst þetta alveg fínu fætar. En þú finnst ykkur ekki finna virkilega fyrir því bara, ég er að horfa á sjónvarpsþætti. Mér Mér finnst það eiginlega fannst- alltaf. Fyrir utan einhver flott, það er stundum alveg flott CGI. Já. Mér finnst eitthvað allt, mér finnst þetta ekki Andor. Nei. Mér finnst ekki finna fyrir því að vera að horfa á, að því í gamla dag þá litið niður á sjónvarpsþættinni. Bara þú ert leikari, þú ert að leika í bíómyndum, ekki sjónvarpsþáttum. Og maður sá oft bara svona, djúvis gæðamurur. Mér finnst bara að finna, ég er að horfa á Star Wars sjónvarpsþætti í Ahsoka. Mér fannst þeir líta helviti vel út, en ekki á pari við Andor. Vel ekki. Sko, vandamálið við þá, og nú er ég að fara... Veistu að fara fínt í það? Nú er ég að fara að skjóta á okkar mannirna, en ég held að vandamálið sé leikstjórinn, sko. 100%. 100%. Hann er að taka ákvarðanirnar fyrir, þú veist, hann er ástæðan fyrir að Rosario Dawson fær ekki að vera með neina svipi fyrir þætti 6. Já, og hún er æðis leikona. Já. Á blaði hljómar Rosario Dawson að leika Ahsoka Tano eins og frábær hugmynd. Já. Á blaði frábær hugmynd. Mér finnst það alveg frábær hugmynd. En svo leiðum Aron að klára, svo getur þú farið í almennarspjall. Svona heildina þá fílaði ég þetta, en ég var í raun og veru bæði með hærri væntingar og það er margt sem ég get skotið á, en margt sem ég fílaði, til dæmis Þrón. Aron, skotum með það. Ég er þetta samlega með pacingið, en ég var alveg hrifinn af það. Ok, já, allt í góðu. Það hafði allt sem ég var að leita af í Star Wars. Þú veist, eins og ég var ekki að búast Andor, þú veist, það var einmitt, breath of fresh air, en þú veist, ég var hvorki að bíða eftir þessu, spenntur fyrir þessu, en svo komur óvart. En þetta var ekki sem ég var að bíða eftir. Og ég fekk, þú veist, ég fekk cool dogfights in space, ég fekk cool plánetu, alveg bara eina. Hvað var það? Það sem, fjórðu þáttu gerist. Rauðu tré og Rauðu svona. tré, Já. laufblóð allt, og þetta er svona klettapláneta. Ok. Og alveg cool, og það er líka leika sem er litið þar, sem að mér finnst vanta oft í Star Wars bara. Já. Desert Planet, Síðan prequels. Já, þú veist, eitthvað sjópláneta. Þetta komið með eitthvað svona Eitthvað nýtt. nýtt Já. umhverfi, þú veist, eitthvað alien, þú veist, bóttan í, eins og það, cool bardagar. Ég er alltaf að elska Rebels, og þetta er alltaf bara beint framhald af Rebels. Já. Já, við ræðum það síðan líka eins og. Já. En ég er sammála, þú veist, pacingið eru betra, Thrawn hefði átt að koma fyrir, og það sem ég fannst líka að því að þetta er einhvern veginn set up fyrir framhald. Já. Mér finnst þér bara að gera svo mikið af þessu að ég er staðið að bara leggja vinnu í þessa seríu og svo getur þú bara skrifað út frá henni, þá er þetta að skrifa hana með einhvern allt annan enda í huga. Þú veist að þetta er bara ein sería og svo er að koma önnur sería og svo er að koma þessi mynd og þeir eru að þú veist, skrifa þetta með það í huga sem einhvern er að gera Þetta er eiginlega ekki, þú veist, beint sín saga, þetta er bara hluti af einhverju stærra. Já, hluti af einhverju stærra sem er svolítið að hefta þetta. Já. En eins og það, minn top lightsaber fight er Ahsoka úr spilaskól í fjórða þætti. Já. Mér fannst það good shit. Fleiri lightsaber fights heldur öllu sequel trilogy. Þar sjáum við líka Ahsoka skipt stance mid-fight. Og Bailan. Já. Þannig fyrst hérna og svo bara eitthvað, herri, ég er að fara að taka hérna mega hokka á þig. Já. Breytið til, hún er að nota umhverfið þegar hann, þú veist, er að virkilega þrykkja á hana, þú veist, hallar hann sig aftur á steininum. En svo viti alltaf hvernig þetta er, ef maður er að horfa á eitthvað, þetta er svo tökum bara New Hope og bara gamla þrílíkin. Já. Þú veist, Obi-Wan er að fela sig, en hann heitir Ben Kenobi. Já. Þú veist, þetta er stúpid. En mann er alveg sama að þú ert að fá alveg stöf og maður fyrirgefur svo mikið. Þannig að það er alltaf að nefna hann að fætin í, hvað það fjóra þætti. Ef ég er búin að fá drasl 3 þætti, þá er það ekki að vera bjarganinu fyrir mér ef ég fæ eitthvað cool light sem fætti í þætti 4. Fyrir mig persónulega. Já, mér er þetta fannst ekki búin að vera Það gerist ekkert í fyrstu 3 þáttan.
Mér finnst mjög lítið að gerast. Það gerist eða ekkert í þessu Það er bara seríu. eins og ég var að segja, ég fíl ekki fight for fight's sake. Já, 3 þættir sem hefði getað klárað í fyrsta þætti. Bara finna út hvað þau eru að gera, vondukaldir. Sko, Við erum 3 þættir, ég er alveg sammála. það er alltaf einhverju hálf pointless fightar. Marek karakterinn er bara þarna til að fighta. Já. Svo er hann bara drefin, skilur. Og hann en það er hann engin. Þú sér ekki hann mannið, þú veist ekki, hann talar ekki. Það er ekkert við hann eða neitt, skilur. Það þoli ég ekki. En, og svo meira, Hann er samt bara eitthvað svona shape. Byrjunin á seríunni, það er ekkert cool. Jú, af því þeir taka svo Okay, endan það er kannski Stormtrooper aðeins að gefa manni smá hugmyndum að það verði einhverju zombies setna, þú veist, gefa það er kannski pointið, eitthvað sem að 99% af áhorfendum fatta ekki. En, ok, byrjunin á þáttunum, hún finnur að það mappið, og veist, ok, við veitum ekki af hverju hún er þarna, og við veitum ekki af hverju einhverju gæjar vita að hún er þarna, en það kom einhverju assassins á eftir henni, hún drepur það, skilur. Þú veist, þetta getur alveg sér bara, hún finnur mappið, hún fer. Þú veist, það er alltaf að bæta við einhverjum hasaraturum sem þurfa ekkit endilega að vera þarna. Og það böggar mig alltaf, af því þessi þættir voru of langir. Og ég heldur að það klálega verið skrifað þessum bíómynd. Ok, svo líka annað þessu. Ég auðvitað ekki búin svo Rebels. Þannig að þegar þið horfið á Ahsoka, þið allir með eitthvað svona grunn. En ég var líka bara að velta fyrir mig, fyrir hvern þessi þættir? Er þetta fyrir þá sem að sáu Rebels? Af því fyrir mig, ég er að koma inn í þetta byrjandi, ég er ekki búin að sjá Rebels stótið. Sko, ég held ætla ekki. bara að við- Það er ekki stakes, það er líka serien náttúrulega að finna Ezra, en ef þú ert ekki búin að sjá Rebels, þá veistu ekkert hvað þetta er. Nei, og svo eins og með Thrawn, ég einhvern veginn, og það er kannski bara mér að kenna, ég er búin að búa mig til eitthvað, þetta er eitthvað motherfucker. Djöfull ekki til það kemur. Svo bara eitthvað gauður sem kemur. Okay, en ég ætla að Mér fá fannst það ekkert impressive. debunka þetta, hér, á eftir smá. Ég Thrawn, sko, mér Þú fannst þér ná Thrawn honum, lover. já, mér fannst þér ná honum vel í bara þetta 3 þættir. Málið er, ef þú þekkir Thrawn, þá er svo margt sem þeir að negla. En nú þekkir hann ekki. Já, málið er, Af því að þú ég- munt kynast honum betur, þetta er hluti af því. Já, en segjum að ég sé bara að horfa á live action dot. Ég bara nenni ekki að horfa á Clone Wars, ég nenni ekki að horfa á Rebels. Finnst þér að selja mér Thrawn í Nei, snottu? sko, það sem er svo fucking heimskulegt Þannig að fyrir hvernig er þetta? Þeir- Af hverju gerði hann ekki bara Rebels season 5? Sko, af því að þetta er ekki í Rebels season 5, heldur þetta Heir to the Empire part 1. Þú veist, þetta er meira, hann er að leggja grunninn að því sem er mun koma. En ég hefði persónulega aldrei gert þetta svona mikið Rebels tengt, og ég hefði líka byrjað þættina frekar á endanum á Rebels. Sjáum Thrawn, sjáum Ezra, sjáum hvað er gerast, kynnumst þessum karakterum, af því að, ok, ég er spenntur fyrir Ezra og Thrawn alla seríuna, en, sorry, á hverju fokkanum myndu þið sem eitthvað sjónvarpsþátt að gera fólk, bara ganga út frá því að fólk verður bara peppað fyrir Thrawn af því við erum alltaf að segja hans í nettur. Já, eða leita einhver karakter sem, þú veist, enginn veit hver er, nema þú sérst búin að sjá Rebels. Já. Þú veist, það er engin stakes fyrir mig, að hún er bara eitthvað að bara ferðast yfir heilt galaxy. Til þess að fara á plánundu sem er Kalifornía. Já. Fucking weird, sko. California. Andjóks. En þú veist, þá spyr ég bara, fyrir hvernig er þetta? Er þetta fyrir Rebels aðdóndur? Þetta var bara, ok, mér finnst þetta fínu þættir, en svona konceptlevelið er þetta alveg smá flop, sko, fyrir mér. Ég skil ekki alveg hver pælingin var. Sett upp fyrir... Þeir þurfa Thrawn aftur í vetrarbutuna. Þetta snýst svolítið um það, sækja Thrawn, leggja grunninn að þessu, Dóti. En hver var það pælingin? Eins og með, ok, Aron, þú segir sett upp fyrir eitthvað annað. En verður ekki líka að ná mér? Þó gæja sem hefur ekki séð, ég er alveg til í Star Wars, Dóti, ég fylgja Star Wars. Já. Ég hef ekki séð Rebels. Ég hef ekki séð Thrawn. Þekki hann ekki neitt. Fucking seldu mér þetta. Ekki koma með hann gæja sem var svaka gaur. Í hvað? 5. þætti? Já, líka bara, af hverju kemur hann ekki fyrir? Ég skil það. Já, og líka vera bara með í plottinu hjá, þú veist, Beilan og hérna Night Sisterinu. Þú veist, hann hefði geta verið bara svona presence annars þar sem er að leiðbyrða þeim allt. Já. Og annað líka, er þetta ekki 8 þættir? Jú, er ekki Ég held þessi 8, jú, mér minnir það. Ég er nýbúin að klára því maður ekki. Mér finnst óafsakanlegt að vera með fyllir þætti í 8 þætti. Ég er alveg sammála. Þú veist, ef þú gerir 8 þætti, þetta á að vera bara solid, allt rönnið. Þú ert ekki að gera 22 þáttar seríu, eins og ég Lost eða eitthvað, þú veist, það var svona, Jack fær tattoo, við þurftum ekki að sjá þann þátt, fyllir þáttur. Þeir líka að gera, ég fyrir ekki það aðeins frekar, þú ert að gera svo marga þætti. Þú gerir bara 8 þætti. Það er líka TV seasons, þú veist, við erum ekki,
basically eru alla streaming-serjur limited series, skilur. Þetta framleitt sem unit og gefið út. Þetta ekki búið til week by week, skilur. Það er góð punktur. Þannig að þú áttir að vera komið veg fyrir 95% af vandamálunum sem við erum búin að tala. Þannig ég Það var ekki að vera pacing issue í streaming þá. Nei! Og sérstaklega ekki 8 þáttu seríu. Þetta bara galið. Ég held að þetta hefði alveg virkað, ég held að þú geti slætað undir bara 7 þætti eitthvað. Mér finnst ekki það mikið af 6 jafnvel. 6 kannski. En ég held að þetta þurfti ekki að vera 4. En ég held samt að þetta væri best sem bíómynd. Þetta gæti verið þá 6 þættir og kynna inn, þú veist, fyrir the uninitiated, að kynna það fyrir Ezra, kynna það fyrir Thrawn og nýta þá meiri tækifæri til að tengja þetta í Rebels en þá meira, þú veist, frekar en að þessi þættir eru svo mikið ætlast til þess að hafa séð Rebels. Já. Og það bara krefjast þessi raunin af þér að þú það er skrítið. Já, það gengur ekki, skilur. Af því að þú ert alltaf komin ekki í live action og það er bara fullt af fólki sem horfir ekki á teiknimyndir. Mér finnst samt líka eins og þessi þættir gangi út frá því að enginn hafi séð Rebels. Af því þeir eru alltaf bara eitthvað, what happened? Já, þú veist, fyrir hvernig er þetta þá? Fara svo í hard exposition. Já, fyrir hvernig er þetta þá? Er þetta svona einhvern fyrir alla? Mér finnst líka, ef þú ert að gera þætti, þá á það að þýða að við fáum meira af, þú veist, samræðum, þess að fólk er bara að tala, skilur, hluti. Það er svona, þetta er miklu skárra heldur en niðurst Boba Fett, en það er samt, þetta er eiginlega allt plottrelevant. Já. Þú veist, ég man ekki hvað, það var eitthvað sem að Huyan karakterinn, bara eitthvað, hann segir bara Ezra af hverju Ahsoka og Sabine splittu. Og við sjáum aldrei þær díla við þennan ágreining sína milli, heldur segir Huyang bara eitthvað, já, þú veist, hún fór illa með hann, hún er perið, skilur. Það gerist bara þætti 7. Það er ekki einu sinni í Rebels. Nei, það er ekki Rebels. Og svo er líka, sko, mér finnst alveg, ég hef aldrei beðið það að Sabine yrði Jedi, sko. Hún er Mandalorian, hún er bara mjög cool karakter án þess að þurfa að vera Padawan, þú veist, og að meira segja þessi saga hún er búin að vera þjálfa sem Padawan, það hættir og hægt og rólega erum við að sjá Ahsoka taka aftur við henni sem lærling. Þú veist bara, sorry, akkur er þessar sögur svona mikið það sem er búið að gerast, þú veist. Það er ekki svo búin að segja hérna núna í, 4 tíma eða eitthvað. Þetta er alltaf verið að gera þetta aftur og aftur, endur segja einhverja gamla sögur hérna hér og þar og... Svo er ég líka með aðra spurningu, Filoni. Hefur hann leikstist áður, live action? Ég veit að þetta kannski ekki 1 og 1 Mandalorian þátt okkur. Já, það er bara það held ég. Er það ekki? 1 og 1 Mando og eitthvað. Mér minnir að fyrstu þátturinn sem hann leikstir í síðan að loka þátturinn í seríu 2 Mando eða eitthvað. Eða kannski eitthvað í seríu 1. Og svo þetta er smekksadri. Ég vil, og þó ég dyrki Andor, mér finnst það gegja, ég vil, og mér finnst Mandalorian alveg skemmtilegt, ég vil freka bara hafa þetta í bíó. Mér langar frekar í big budget, stórar Star Wars bíómyndir versus að vera að dæla út einhverju sjónvarpsefni. Já. Af því og sérstaklega með Ahsoka, og ég tala ekki um þetta vankan óbítrast, mér finnst ég bara svo að finna fyrir þetta sé sjónvarpsþættir. Ég er alveg saman. Og ég vil ekki, þetta er svo að það kemur einhverju James Bond þættir. Nei takk. Og hann bara gerir ekki neitt í hverju þætti. Eða eins og með, gáði náttúrulega út, ég nefnir ekki sjá. En að gera þú veist Var það cool? Nei, það var ekki cool. Eins og við tölum John Wick. Já. Þetta Continental dot, ég er ekki búin að sjá þetta ennþá. Ég nenni ekki að sjá þetta. Ekki gott. Mér langar ekki í einhverja John Wick-esk þætti. Nei, ég er bara on a big screen. Þetta eru bíómyndir. Og Star Wars, ég finn það bara ennþá meira. Núna daginn í dag, eftir ég er búin að horfa á, ég er náttúrulega búin að sjá þetta allt. Þess að leiknum dotið. Farið fyrir eitthvað bara bondleðina maður. Byggið, eins og með Force Awakens. Það líða 10 ár á milli bíómynda. 2005 er Sith. 2015 er Force Awakens. Ég er ekki að segja að það þurfa að líða 10 ár. Nei. Byggið upp eitthvað eftirvæntingu. Haldið virkilega að það veri jafn mikil eftirvænting fyrir næstu Star Wars bíómynd eftir allar þessar seríur. Nei. Ég vil líka fá reym. Þú veist, við erum búin með reym. Verður það fyrsta myndin? Það verður ábyggilega Mandalorian en Grogu. Fyrsta myndin. Og hver var að biðja það? Sorry, ég er næstur henni. Mér langar nánast bara ekki að fara á þá mynd. Nei, líka, þú veist, er ég þá að fara í bíó á, þú veist, mynd sem að ég þurft að þá, sko, 5 seríur? En sko, þessi hlutir... Sorry, ég er næstur. Já, bara... Það er heita umræðu. Þetta held ég bara í grunninn, snýst þetta bara þú veist, þetta er stærri vandamál hjá Disney.
Bob Iger fer aðna og Disney Plus byrjar og þeir byrja bara offramlega og þegar Bob Iger kemur tilbaka þá segir hann strax bara hvað að gera, okkur að gera 4 þáttaræðir í MCU ári, okkur að gera 2 Star Wars og okkur allir kantar fá framhaldsmyndir líka sorry þetta bara klálega offramlega hjá Disney. Þeir eru ekki að gefa kreatorunum nægan tíma til að vinna í þessu dóti, þeir vilja bara pumpa þessu út Ahsoka, mér finnst þetta virka eins og þetta hljóta að hafa verið að skrifa sem bíómynd bara út af pacinginu á þessu en þeir hafa sagt bara nei, en þú mátt gera þætti þegar við þurfum þætti, þannig að endilega bara hendi 8 þætti Já, og þú fær ekki 150 milljónir, þú fær 30 milljónir Já, en mér finnst reyndar ég verið að vikina, mér fannst þeir ég ætla ekki að segja þeir lítið vel út og þú veist Force Awakens eða Rise of Skywalker eða Andor eða eitthvað mér finnst þeir lítið betur út heldur en Book of Boba Fett og Obi-Wan Kenobi og Mando Serie 3 og ég ekki bara að tala einhverja kvikmyndatöku eða tölubröldur, ég líka bara að tala leik og eins og tala á þú færð bara ekki eins mikið tíma nei. til að ná kannski rétt tökunni en svo finnst mér líka klúður finnst ykkur þetta vel leikið þið bara wow, þetta er gegg hann klárlega hann er geggjað, ég er alveg sammála því en það er líka bara svolítið leikarapressens frá Reisling fannst ykkur Mary Elizabeth Winstead geggjuð fannst ykkur konasleikur Sabine geggjuð ég fílaði þær báðar fannst ykkur gæðisleikur extra fannst ykkur hann geggjaður mér varst hann eiginlega bara mér varst hann glataður túlkun á hinum karakterunum teiknumynda yfir í live action fannst mér virka mjög vel þegar hún er að reyna að rétta hún lightsaber og hann segir bara nei það er ekki ég bara hvað það gera en það var alveg stúpid og líka bara að því síðan svo byrja bara næstu þátt og það var hann bara búinn að smíða lightsaber já, í næstu þetta var komið lightsaber það er reyndar alveg skrítið atrið en ég fíla reyndar oft þegar þú veist Forceið nota meira í part já, með lightsaber ekki endilega, við vorum að tókum hérna að loka þáttin í Clone Wars season 7 þá er Maul að sleppa okkur fangilsi hann er bara ekki með lightsaber og hann er bara að rífa niður eitthvað gameskip gæra okkur hlaupaðan og hann er bara að þrykja með veggin það er cool það er allt mjög cool það er cool og ég fílaði alveg að sjá Ezra það er líka eitt sem ég var nánast bara búin að gleyma máli mér fannst þetta stundum böggandi þegar ég var að horfa á Rebels á sín tíma því þá voru svo fáir Jedi lifandi það er búið að fjölga maður er búin að taka meiri sátt en Ezra hann hefur alveg potensialið að vera bara einn blöðasti Jedi sko. Hann er ábyggilega, ég held að hann sé alveg svona með meira raw strength en Obi-Wan Kenobi til dæmis. Haldið þú þarf að sjá hann meira? Klárlega. Er það? Kemur Ahsoka season 2? Það er búið að nása það, sko. Það er búið að nása það? Verður þú skemmtileg? Nei. Málega, sko, mér finnst það bara endurinn, þá er þetta loksins byrjað að vera áhugavert. Þú er komið með Ezra, þú er komið með Thrawn, Ray Stevenson er loksins eitthvað aðeins að koma í ljós hvað hann er að gera, samt mjög lítið. Þetta verið í þætti 2. Bara algjörlega, þetta hefði það fara miklu hraðar stað og ég hefði viljað fá Thrawn miklu fyrir inn. Miklu fyrir? Og gera eitthvað cool með hann? Pælið þessu, ef þetta byrjaði á þú veist, bara einhverju flashbacki og við sjáum Thrawn og Ghost Crewið í einhverju tössul og við myndum skilja þá ógnina sem Thrawn er og skilja missirinn sem er af Ezra, skilur við. Gefa áhorfendum þetta samhengi áður hún hendir í þú veist 4 þætti sem gerist lítið. En hefði verið líka hægt að gera eitt, þú veist, nú er ég bara að spitbóla hérna, brainstorma, hefði verið að klippa á milli Ahsoka og Thrawn. Sko ég held að hefði verið svona smá erfitt. Ég hefði fílað það, þú veist, og haft hann svona, þú veist, bara kannski breyta aðeins sögunum að þau væri bara að komast til Thrawn. Hafa meira bara, þú veist, hann er einhvers staðar, verðum bara alltaf að sjá skota honum bara í einhverju skipi með einhver hellu plön sem er alltaf að virka, þú veist. Svo kannski kemur ljós, bara já, hann er lengst í burtu og þú veist, missionið er að koma tilbaka. Í staðin fyrir að hafa bara, þú veist, einmitt, 4-5 þætti yfir í bara svona, já, þeir eru að leita Thrawn. Já, ég sem sagði, bara... Já, það er líka svona skringild, það er eins og fara eitthvað þá leið að hafa þetta eitthvað mystery. Já, alltaf lengi. Af hverju? Byggið fyrir eitthvað Thrawn upp fyrir til þess göru sem mig, sem ekki sé Rebels. Þannig að þegar hann hittir Ahsoka, þá er maður bara eitthvað, fuck, hvað ég laka til þegar þau hittast. Ég hugsa að sé ekkert vitlaust hjá þér að klippa kannski milli þeirra, sko. Og þegar ég jafnvel geta tekið, þú veist, 10 ára eða eitthvað sem þau eru búin að vera föst þarna og sýnt kannski, þú veist, svona... Þú veist, ef ég fengi cool eitthvað side story með Thrawn, hann er að gera eitthvað cool shit, hann er að díla eitthvað svona pólitíka eitthvað það sem hann er. Semja við það þú missistunar. Eitthvað svoleiðis. Svo ertu með Ahsoka gera líka eitthvað cool og hún er að elta Thrawn og eitthvað, þú veist, klippa eitthvað á milli, gera eitthvað, það er ekki verið töff. Í staðan fyrir, fannst mér, fáið bara hundlega þætti hana, svo komum sér kvalir þarna eitthvað og já, ég veit það, þetta var ekki fyrir mig. Nei. Það er leiðilegt. Við erum búin með smassúkulega.
Já, mér fannst þetta hefði getið verið miklu betra, en núna svona sem Þrón ástvinur, þá, sko, málið er, alltaf stórfurulegt að hafa svona lítið, og líka það að þið eru búin að vera að tala um Þrón síðan í Mandalorian Series 2, hvað kom út fyrir 4 árum, en sko þeir sína, hann fær svo lítið að gera, en við sjáum, þú veist, þeir eru svona aðeins en að sína maður svona taktikal hugmyndafræðin hans, það er kannski svona ekkit svakalega mikið sem hann getur gert, en við svona, það er þarna miðju þátturinn með honum, þáttur 7 vantilega, þá svona sjáum við, þú veist, að hann er hægt og rólega bara svolítið að ganga eftir sínu plani, hann er bara að tefja þau, skilur við, og hann er líka búinn að læra á sínum fyrri, þú veist, átökum að Jedi geta verið helviti ófyrirsjáanlegir, og hann líka þekkti Anakin og Vader, þannig að þegar hann fattar að Ahsoka Tano er, þú veist, hans apprentice, þá bara, oh shit, ok, við þurfum að taka hann alvarlega. Þú veist, það er gaman að sjá hvað, þú veist, þetta er ekki þessi hrókafulli Imperial, skilur. Þetta er allt annað take heldur það. En á sama tíma, þá segir okkur líka eitthvað að hann sé að vinna með, þú veist, Night Sisters. Hann hefur aldrei neitt verið að nota neitt svona force-tengt dót. Hann er greinilega aðeins búin að átta sig á því eftir það sem gerist í Rebels að bara, þú veist, ég þarf aðeins að tilhenga mér að kynna mér aðeins meira möguleikan í þessu, ég ætla að eiga sjens í aðila sem er að beita þessu. Þannig að hann er líka kannski eitthvað aðeins að svona fara út á ystu nöf að vera að semja við þær, þetta er eitthvað sem maður hefði ekki séð fyrir að hann myndi gera í Rebels, sko. Nei. Og veistu, ekki heldur í Chiss heiminum og okkur svona. Maður kom með eitt punkt, sorry, varstu búin? Nei, bara svo að þú gleymir þessu. Það sem ég líka að pæla, Filoni er alltaf svo ógeðslega tengdur Rebels, eðlilega. Af því mér finnst þá spyr maður sig, það er kannski ekki alltaf kostur, þú veist, tala um að gæði þess að gera Kenobi, eða meðal annars. Hann var ekki búin að sjá neitt Star Wars eða vissi ekki neitt, eitthvað. Þú veist, er ekki að finna eitthvað millu, að þessi ég er að pæla, ef hann sest niður sem handrisundur og lesi yfir þetta, hann átt að spotta strax að Þrón kemur allt og seint. Já, algjörlega. Allt og seint. En hann er kannski bara ástfanginn af hinum karakterunum, þú veist, ég veit það ekki, kannski bara spotta hann í. Og hann hefur líka kannski bara meðan að vera að skoða handrita, hann hefur bara spottað bara, hann hefur ekki sjálfur tekið eftir því að þú veist, já, fólki er kannski drullu sama um hver Ezra er, af því að þau hafa ekki séð Rebels. Já, af því hann elskar Ezra. Af því hann bjóð til Ezra, hann bjóð til Rebels, hann getur ekki komið sjálfum sér kannski aðeins frá þessu. Já. Ég vilja sjá hann skrifa þetta með öðrum. Það hefur verið þriðji aðilega þarna, sko. Já. Bara ég er alveg sammála. Einhver handritshöfundur sem bara, herðu, við þurfum að gera svona, eitthvað. Mér finnst það mjög leiðilegt því að mér finnst það úrslega gaman að hann gat, þetta var svo virkilega svona Dave Filoni saga, hann gat fara þangað, en bara svona execution var ekki alveg þar, sko. Og þetta er líka svo mikið full circle moment fyrir Filoni. Já. Þú veist, að fá að gera svo loksins live action þáttaröð. Einmitt. Eftir allan enn tíma að vera að vinna í animation. Eftir sínu höfði, með sína karakteri sem hann bjóð til fyrir löngu síðan. Nú langar mig að spyrja ykkur einu, sorry. Nei, sorry, hvað er það? En þú veist, hvað finnst ykkur eru þið spenntir fyrir að sjá áframhald af þessari Þrón to the Empire sögu, svona eins og hún er að byrja í lokina Mando og í Ahsoka, þú veist, eru þið spenntir fyrir þessum Imperial Remnant? Ég býstu að það verði einhverju bíómyndir, þú veist. Ég er mjög spenntur að því ég veit hvað potential það hefur, hvað getur orðið, en ég er ekki viss að Disney púlaði off, sko. Nei, sko, ég get ekki beint spenntur, en mér er svona Þrón, svona með það sem ég hef heyrt frá öðrum, meðan hans þér, þá er þetta geggjaða karakter. Geggjaður. Aftur, ég er spenntur að lesa bókina. En ég er fáið bíómynd, ég vil ekki að Ahsoka seríu 2, þó ég sem segja þessi búið staðfest það, og ég er alveg til í, þrátt fyrir allt sem ég er búin að segja, ég er alveg til að sjá Filoni, að því er hann ekki að fara að gera bíómynd. Jú, at some point. Hann er að fara að gera það, Er hann að fara að gera hana? Ég held að hann fengi eitthvað annað. Hann minnst okkur stöð prodúsana. En það er líka ein New Republic mynd í vinslu, þú veist, basically örgulega einhvers konar framhald að Ahsoka. Því mér langar að sjá hann, ok, hann kannski fær þá meiri tíma eða eitthvað, meiri tíma í klippiherbygginu, meira budget, ég er alveg til að sjá það. Þannig ég er ekkert að afskrifa Filoni, en mér finnst það að feilspor. Já. Mér finnst, það er eitt sem að ángra mig svolítið í þessu saman. Hvað er fucking Luke Skywalker? Þú veist, þess vegna vil ég líka sjá það á ríkastan, svo þau getur bara nota hann almennilega. Nota leikast ekki almennilega. Þóraði ekki. Þið þóraði ekki. Nei, fólk vil freka sjá bara AI, deepfake, bara hvað það fucking tala. Engin að byrja. En, ég veit ekki, þú veist, mér var snöfla, ok, reyndar ekki kannski
going into Ahsoka var ég svona hræddur að, þú veist, af hverju ekki bara segja þessu sögu með Luke, en þessi saga virkaði, hún gekk upp svona, ég skal alveg gefa þeim það. Og þeir hljóta líka að vera með einhverjar áætlanir með Ahsoka og Sabine í þessari hinni vetrarbraut með Ray Stevenson, hugsanlega einhverja tengingar við World Between Worlds þarna. En, þú veist, ég ætla að fucking vona að við séum fara að fá, þú veist, þetta. Luke Skywalker og Thrawn. Af því það líka, það sem mjög áhugavert við þessar bækur, að við erum að kynna svolítið betur, þú veist, það er svo margt Jedi-dót sem svona nýtt þarna, sko. Af því að, þú veist, það er kannski ekkert alveg farið alltaf á dýftina á þessi original trilogy, bara, þú veist, þetta er bara 3 myndir, skilur, það getur ekki verið að kafa honi, þetta er ekki bara exposition eins og sumt af dótinu sem við erum búin að tala um í dag. En þarna að maður svona sjá, þú veist, mjög áhugavert að sjá hvernig Luke er að fóta sig og búa til nýtt akademi og svona, sko. Þú fara aldrei að sjá. Nei, við erum bara að sjá Reykjur. Hvernig líst, vil ég koma með eitthvað svona loka orði sem betur að Ahsoka? Við erum að tala aðeins í lokin. Já. Nú er hann pínu þreyttur. Ekki á ykkur, þetta er bara þreyttur. Við erum að tala aðeins framtíðina. En er þið með eitthvað svona loka orð varandi Ahsoka-seríuna? Ég held að sem búið að koma öllu sem ég vildi koma á framfæri, sko. Fínir þættir, gátu klálega að vera betri, en ég er persónulega mjög spenntur fyrir framhalda. Okay. Já, ég líka. Aron? Ég líka fílaði hvað hann fara átt að leika sér og leiði sér að leika sér með svona lítil koncept. Bara eins og þú veist, við erum að sjá fyrsta sinn, þú veist, öðru sér lita lightsabers live action. Já. Við fáum bæði hvít og appisgul. Nú líka fínt að nefna eitt sem við höfum oft talað með Aron. Geislasverð, þú veist, þau eru mismunandi eftir tímabilum, original, prequels, sequels og Disney+. Það er alltaf aðeins öðru sér. Og við erum svolítið sammála að okkur finnst þau hugsanlega flottust í Disney+. Þú veist, mér finnst það alveg, maður gefa að sjá. Ég er sammála ykkur að því leiti að þau eru líka auðvitað að nota einhvers konar, þau nota alvöru ljós. Það reyndar bögga mig smá. Já, því að það er ekki hann í hinum myndum. Þú veist, af hverju er karakterarnir bláir núna þegar þau eru búin að establishera að vanlega kemur eiginlega engin lýsing af þessu. Já, menn núna sérðu í... Já, þetta er eins og Jurassic World 3, þá sjáum við, þú veist, risaðalur með fiður, en þeir eru búin að establishera að risaðalunar í Jurassic Park-heiminum eru ekki með fiður. En þeir eru samtalið búin að establishera í Attack of the Clones að, þú veist, geislasverðin gefur frá þessu ljós. Já, stundum, en alltaf mjög vægt. Já, þau gefa frá þessu ljós í prequels. Þau gera það, sko, en það er ekkert í líkingu við Obi-Wan Kenobi þegar hann er að fæta við veitir og þetta er bara rautt blátt allt, skilur. Mér finnst það svona smá inconsistency, sko. Mér finnst mjög cool að kemur alveg ljós. Ég var ekki að pælis. Þetta er til dæmis, sko, bögga mig fokkið mikið að eftir Solo, þá eru þau byrjað að nota voljúmi alltaf, Solo nota voljúmi undan Mandalorian, þegar þeir eru í cockpits. Nefnum að málega lýsingin í cockpits hefur alltaf verið eins og lýsingin í þessu rými. Það eru overhead ljós sem að lýsa alla, skilur. Af því að þetta er ekki tekið upp in space. Ég veit ekki hvort þið vissu það. En núna er Star Wars alltaf hannig. Það er alltaf bara myrkurinn í cockpits, eins og það megi eitthvað sens, eins og þú viljir ekki sjá sig sem þú ert að gera. Og af því að þið lýsið alltaf með voljúminu núna. Og málega þetta var alveg cool þegar ég sá þetta fyrst í Solo, en núna er ég búin að átta mig á, en þetta er ekki hvernig Star Wars lítur út. Nei, góð punktur. Ég þarf að tjekka á þessu þegar ég pælist því að hóla aftur Solo. Þetta er svolítið eins og George Lucas segði svona eftir þegar hann var að fara að gera prequels, svona, já, núna veit ég að það er ekki hljóð í geminum, hann vill bara beila það. Það er meira lógist. En það er ekki léleg George Lucas eftir hann. Ok, ef við ekki fara að klára þetta, strákar, aðeins framtíðina. Við erum aðeins búin að koma inn á það er að koma Mandalorian mynd ykkur. Hvað er það? Sko, þú veist, verður það bara framhald af, enda hún ekki, hann er á pallinum hann eitthvað að chilla, Looney Tunes endir. Ég held að það verði Hvað er það að fara að gera í svona fucking mynd? Mér finnst það að þetta bara sleppa því, gera bara Thrawn mynd. Já, hvernig væri það? Núna eru þau búin að vera... Það bara komið með allar þessar karaktera, þú veist, hafa Mando og Grogu, þú veist, jafnvel komið bara með Luke, Ahsoka, Sabine, þú veist, alla þetta, en hann er bara main karakter. Svolítið bara eins og Infinity. Já, svona Thanos. Já. Þetta er líka málið hérna. Þú veist, ég sagði hann sjónarhóttni alltaf hjá einhvern sem er með Thrawn, innri röddin, en þú veist, við erum alltaf með Thrawn. Við erum ekki bara að hlusta á Luke tala um Thrawn. Þú veist, þess vegna finnst mér svo galið að hafa hann ekkert í fyrstu 4 þáttunum. Já, Ahsoka. Gefa Thrawn, bara eins og þetta segja, þú veist, gefa hann fucking mynd. Hann er alveg nógu öflugur karakter til þess að fá bara... Nei, hún líka bara alveg að skilja. Við erum búin að fá, þú veist, 3 seríur Mandalorian, þú veist, núna... Eina seríu Ahsoka.
tvær fyrir þessa mynd. Já. Þú veist, þannig að hafa hann bara alkarakterinn. Bara gera það eins og gera með Infinity War. Já. Þeir eru búin að establish karakterinn þess að það var líka mjög töff hvernig þeir höndluðu þetta í Infinity Já, War. þú veist, Infinity War er myndin hans Thanos. Gefið okkur myndin hans Thrawn. Já. Gefið okkur þríleikinn hans Thrawn, segi ég, sko. Darth Bane, Ég segi er ekki að spoila neinu, en hann er líka með svona overarching plot í þessum bókum sem hann er að vinna í frá page 1, sko. En hann að... Bara, þú Þetta er svo hella, sko. Þú sendir á mig að þú ert að koma á það í sísu. Jesus, man, ég er nú að pressa. Ég er að tjóka. Ok, En hvað svo, er það? mér finnst líka bara að því að, já, Mando byrjar 2018 eða 19 eða eitthvað. Þú veist, núna er bara, þetta er 5 ár liðin og þeir eru ennþá alltaf einhvern veginn að peppa eitthvað sem er what's to come, skilur. Man langar bara svolítið að fara, Þú voru 5 ára þú build-up. veist, klárið þetta tímabil, klárið þessar sögur sem þeir eru búin að vera að vinna að núna og færum okkur svo yfir í High Republic eða Old Republic eða framtíðina eða eitthvað. En þeir eru að fara líka, að gera Mandalorian-mynd, eitthvað, enginn að byggðum. Engin. Svo, og Pascal, hann verður alltaf bara að gera Last of Us season 2 eða eitthvað. Einmitt, Fantastic Four. Fantastic Four. Þannig að hann mun bara tala fyrir hann og mun bara með hjálminn í baðið og allt. Svo er að fara að gera með Daisy Ridley Já. Já. og, Ég heyrði að hafi samt verið eitthvað vesen á því. Aha. Já, eitthvað... heldur þú að koma Já, ekki? það er eitthvað að vera að skipta handrisunum þetta á þessu. Já, það var eitthvað alveg svona stórt vesen, sko. Ég heldur að vita ekkert hvað er alltaf að gera Nei. þetta heldur. Nei, ok, þeir eru búin að segja það allavega. Þeir eru búin að taka upp á þátt, þeir eru búin að segja það. Svo ætla James Mangold að gera eitthvað mynd sem fjallar hann bara fyrsta Jedi, Jedi, ekki? já. Gerist bara fyrir... Það er eitthvað nýtt. Það er nýtt. En það Nýr tími. Já, ég er samt eitthvað svo... Það er hægt að ég gera er það vel. stressaði með allar þessar myndir. Ég sammála. Já. Ég er bara, þetta er, mann líður núna með blockbustera eins og maður sé bara á hálum ís og maður er bara að fara að detta, skilur við. Já. Þetta er alltaf bara, ég er miklu meira stressaður fyrir blockbusterum núna heldur en fyrir 10 ára. Miklu meira. Já, veist, núna er ég alltaf bara eitthvað, shit, þessi mynd er örugglega hræðileg. Vonandi verður hún ekki hræðileg. Já, versus 2014. Bara, ég Sammála. get fara á Transformers Dark of the Moon og verið bara nice. Og svo núna er ég að fara á Transformers Rise of the Beasts og ég bara please, ekki hræðileg mynd, skilur. Það er ekki, standardinu hefur alltaf hækkað líka. En, Þú ert líka hún eldri. já, ég veit það. Ég er Kemur með árunum, sko. nánast svona alast upp úr fantasy-dótinu. Mér finnst mjög leiðilegt, sko. Af því að það hefur alltaf verið bara það sem ég... En það sem gerist líka með Horfum mest á. árunum, og nú er ég búin að kynast því, er þið ekki allir ballusir? Jú. Já. Þá bara tíminn er bara svo mikilvægur. Já, Og getur þú ekkert... nennir ekkert að horfa okkar drasl, maður. Nei. Þetta er bara, þess að maður er foreldri, maður bara, þú hefur ekki, tíminn hverfur. Þú veist, ég veit ekki sem hvað ég var að gera á en eignast bara. Hvað var ég að gera á þannig tíma? Þannig að það verður svo mikilvæg tíminn, þannig að þú ert að horfa okkar fucking drasl. Þú bara nennir því ekki. Nei. Þú verður svo svektur. Þú verður bara svo svegt, þetta er bara waste of time. Tímasón á íslensku. Já, nei, good. En það er svo, ég veit, nei, þú erum hljómað hræðilega, ég er ekki með barn og ég er ekki nærri af upptökinu og þú, skilur við. En maður upplifir líka, þegar maður er eldri sem maður verður, maður sviðið á myndefni sem maður þekkir stækkar alltaf Já. og það kemur alltaf færra og færra að líka. Algjörlega. Ég er bara eitthvað, watchlistin minn er orðin bara eitthvað 500 myndir. Þú veist, það er alveg bara... Og þú ert... Já, svo Ég þetta er að realistic- sjá. Já, þú veist, Þú ert myndir sem realistic í er aldrinum á tíma. listanum mínum og ég var eftir að sjá, þú veist, ég var eftir að sjá 400 myndir af þessu 500 en þá var listunum 2000. Já, en svo líka svo fyndið, því að tala um tíma og svona. Já, því ég nefndi á hann, ég var að taka upp Nightmare on Elm Street þátt. Já. Bæði, hvernig kemur hann út? Já, Veit ekki alveg. ég er spenntur fyrir hann allan. Hann er geggjaður. Ok. Þó þessi sjálf frá, fekk svo aðeins að gesti. Þetta er gæðin sem gerir Friday the 13th þetta. Ok, nice. Jökull og Pétur. En eins með það, fyrsta skipta æfuminni, það sem ég fann því að ég var að horfa á það, því að þetta er léleg serja. Og ég hef alltaf verið mikill Freddy-maður. Ég hef búin að sjá þær allar, það var bara svo langt síðan, það er 25 ár síðan ég sá flestar aðeim. Svo er ég að horfa þær og ég fann bara svona, að því nú er ég að eldast, og ég fann bara, ég var aldrei á æfuminni eftir að horfa aftur á þessa mynd. Já. Hvað, hverja? Það er bara... Bara, þú veist, fucking 90% af þessu. 4, 5 og 6 eru algjört drast. Já. Þú veist, ég bara fann, vá, ég var aldrei eftir að horfa á þessa mynd aftur. Ég mun aldrei æða tíma í þessa myndir aftur. Þú veist, það skiptir svo miklu máli. Ég hef ekki hugsað um þetta því að horfa á Predator. Nei. Eða Die Hard. Já, Friday. Já. Stöfi er heldur misgott. Þú veist, nákvæmlega, það er bara svo fyndin upplun að finna bara svona, Ég mun aldrei að horfa á þú veist, ég verð 41 ár og bara svona, vá, ég mun aldrei horfa á þessa mynd nokkuð tíman aftur.
Ég er líka því, ég er nefnilega sjálfur á oft hefur svolítið gaman að svona smá drasli sko og mér langar að nefna bara að því við nefndum aðeins Underworld í John Carpenter þættinum síðan þá geggjuð, síðan þá erum við Aron og tveirra félagar, Þór Jens og Heisi shout out, búin að horfa á alla Underworld meira sem einhverja teiknumynd frá 2011 þetta er good shit sko. Eina myndir sem ég fíla ekki svona á heildina, það er Awakening sko. Mér varst Blood Wars alveg ég var reyndar hana eftir en fucking Rise of the Lycans við dyrkuðum hana já, solid þannig að við erum Underworld menn sko núna. Ég var til að fá Underworld 6 Svo náttúrulega megum við ekki gleyma Dragonheart við erum búin að vinna í Dragonheart já, hefur séð þær að Dragonheart þar með Sean Connery í Dragonheart og Dennis Quaid gerði aðra myndir sko. Númer 7 eða 6 eða eitthvað á leiðin eitthvað er Dragonheart frænt? Og fyrsta myndin er ekki einu það góð og við erum búin að horfa 3 ár og erum að vinna í restinni sko þriðja var endan allt í lagi ég finnst það skemmtilega ég get ekki þátt í þessu strákar ég er bara að tikka með bara tíminn ég er að fara að drepa spróðum en það er kannski spurning með framtíðin Star Wars var eitthvað svona er björt Acolyte sko ef Acolyte eru gott þá gæti það orðið hella gott ég held að þetta veri drastlík svo trailerin að ég var spenntur fyrir þessu eitthvað svona Sith-based dæmi eitthvað svo segir trailerin og bara já ég skipaði hann sko já þú ert náttúrulega ekki trailerin nei trailerin er alveg bersýnilega þegar horfum trailerin þetta er bara þetta virkar svo mikið subpar oldmæður já ég hef ekki það mikla trú á þessu sko en ég væri samt mjög til í eitthvað meira High Republic þú ert voða þögullina sko eins og ég sagði nú að í pásuna bara Star Wars er þú veist það svo mikið þessu og við munum fá svo mikið þessu og það er að gera endalsa sögur í sólkerfi af City og þú veist þetta er ekki að fara að hætta við erum að fara fullt drasli þetta er sumtaðis verið gott, sumtaðis verið ekki gott subpar þetta er bara eitt af þessu kannski er þetta gott kannski maður verður bara að tjekka á þessu og sjá hvað það sé gott en er ekki verið þess að ég nefndi þetta aðeins samt framhaldsmyndir ef við tökum bara Matrix ég bara taka þegar allir séð Matrix eða ekki já nema 9 ok þegar við séð allavega það fyrstu 3 ár ok það er langflestir sammála það að fyrsta sé geggjuð já og mjög margir, það eru mjög skipta skoðan með 2 og 3 en það eru eiginlega allir sammálum að það er ekki allir saman hversu góður það fannst þar þá er allir sammálum held ég að þau finnst fyrsta betri ef að það hefði aldrei komið fleiri Matrix-myndir væri Matrix 1 ég beðist að spura getur það skadað fyrstu myndina? Sko það getur það og Thor Love and Thunder gerði það fyrir MCU ég er alveg saman því Thor Love and Thunder gerði það fyrir Ragnarok finnst mér þannig ég er bara, ef þeir halda frá að gera bara fullt af hverju subpar Star Wars-efni þá ertu að útþynna brandið þitt og verður ekki bara eitthvað tíðabúntur þar sem að fólk bara að líta niður á upprænlega bara, þetta er ekkert sérstætt ég er byrjaður að reyna að hugsa þetta svona þú veist, það er Star Wars 1-6 og svo erum við með, þú veist, Disney Star Wars sem áalið sinn rétt á sér, en það er ekki að sama af því ég er líka byrjaður að finna að ég þarf aðeins að greina þarna á milli af því að ég var vanur að horfa á fyrstu 6 myndar hverju ári ég er ekkert að horfa á þær svo mikið lengur af því þú veist, núna er ég bara að horfa á nýja Star Wars þætti einu svona ári þá verður ekki einhvern veginn ég þarf ekki alltaf að leita í nostalgíunum lengur ég er alltaf að fá okkar nýtt en þetta nýtt hefur kannski ekkert verið að mattsa þetta gamla sko. Nei, ég segi svona að ég vil ekki bara fá efni just for the sake of it skiljiði Nei, ég er alveg sammála og það er þannig svolítið núna sko, Mér finnst þetta alltaf að eiga eitthvað svona þú veist, gott í minningunni þú veist, og original trailerin er alltaf þú veist, með góðan stað í hjarta minni og bara þú veist, bara nefna eitthvað Highlander þú veist, Highlander 1 finnst mér geggjum mynd ólst upp við að horfa hana fylgni bát líka bara kvótið í henni bara there can be only one ég er búin að sjá restina myndir Drassir, já There can be only one Já, there can be only one Þú veist, allt bara fyrstu Það er mynd sem hefði ekkert að fara allt Nei, hún líka endar bara Þú veist, hann verður segir að immortal og svo bara kemur svo kom bara 4 myndir í viðbót Já, bara ridiculous En þú veist, þó ég er búin að sjá hinnar og það eru drasl þá á ég alltaf fyrstu, þú veist góða minninga hérta sko. Og ég get ennþá hort á hana og bara svona, þetta er svolítið minnið á æsku sem að ég hef gaman að Já, ég bara velti þessu fyrir mér Þú veist, hvort þetta geti skaðað
Þess að ég stundum talað Hellraiser. Já. Hellraiser 1 finnst mér góð mynd, já, svona kannski ekki svakalega leikinu köplum, ódýr, basically bara, ef ég maður rétt, bara indie mynd, cool concept, þetta geggjumynd, finnst mér. Serien ekkert spes, þeir eru búin að gera fucking Hellraiser 10 eða eitthvað. Ef þeir eru aldrei gert það, þá er ég að pæla, myndi hún ranka hærra á til þessum horrorlistum? Ég veit það ekki, ég bara... Ég held að geta alveg gert það. Þú sér það líka bara eins og með Saw-myndirnar. Fyrsta Saw-myndin er genuinely áhugaverð mynd, sko. En það horfa allir niður á Saw í dag, því það komi bara... Já, Saw er bara joke, eins og til dæmis Freddy Krueger, nefn aftur, því ég nýtt mér horfaðar. Nightmare on Elm Street, hann er bara fucking grínfígúra í seinni myndunum. En þá er líka cool að svo kemur 7. Já, en þetta hlýtur að eiginlega orðspórið. Já. Ég kannski tala um það. Þetta gerir það alveg, held ég. En ég meina, who cares? En eins og með Nightmare, þú veist að segja að þú veist bara 4 og 5, bara ég ætla aldrei að horfa á þetta aftur. En þú átt samt eftir að horfa á 1 og kannski stundum 2 og 3 og klálega 7. Nú Nightmare er helluð. Já. Minnst á næst bestu myndi. Já. Allan að, því ég hef þessi fyrstu 3 ára á hana. Þannig að alveg sammála, sko. Jú, það er einu eins ég átt að horfa aftur á, en þú veist, það er svona sem ég ekki dra. Já. Allavega, förum að klára þetta stráka. Er ekkert um þrættir, hún er bara eitt. Ég skal veikina, þetta er fyrsta skipti sem ég kynnt til henni, ég veikina, ég er á hann. Þetta er búið að sjúklega gaman. Já. Og þetta endaði í 2-partir. Tala saman fucking lengi, þetta átti bara að vera eitthvað snögt og skemmtilegt stutt. Ég held þetta er kannski 2 tímar. Já, ég vissi ekki, þetta er alveg svolítið flókið að fara að taka, það sem við erum búin að taka fyrir núna. Við líka coverið er svo stórt, þetta fór alveg vítt svona víðan völl. Það var alveg gaman. Mikið sem að Filoni hefur skilja eftir sig í Star Wars. Já, algjörlega. Og svo bara eins og við vorum að tala um framhaldsmyndar, ég myndi ekki vilja kötta það út úr þættinum. Fattir hvað við, meðan það skemmtilegt líka. Þetta líka litar svolítið, hvað finnst þættina? Og ég eins og ég sagði, ég vildi gera eitthvað stórt með ykkur og að þeir 3. Þetta var svo sannlega stór þáttur. Þetta er bara alveg, ég held svona nálgast núna, 110 myndur hérna í part 2, 2,5 í fyrsta. Er þeim eitthvað loka á strákar? Guð blessi Dave Filoni. Já, ég er nú alveg saman ekki. Já. Besta sem hann hefur gert, Rebels. Ég ætla að skjóta Rebels. Já, og ég allavega, ef ég kemur minn svona loka punkt, það er það, þú veist, að mesta gæða consistencyð hefur verið í anime-dótinu. Núna er Bad Batch að klárast. Ég er langmest spenntur að sjá hvaða næsta anime-dótið verður. Það er bara miklu meira consistent gæði heldur en í live-action-dótinu. Svo náttúrulega að fá hérna Tales of the Empire. Tales of the Empire. 4. maí. Og þá erum við að fara, sem er það leiti sem þessi þættir að droppa. Vonandi. Endilega tjekkja á. Þeir koma alltaf út í maí. Tales of the Empire, þá erum við að fara að fá að sjá Thrawn í Empire og líka í fyrsta skipti í Clone Wars stílnum. Spennandi. Ok. Ég er til í það. Strákar, slúttum þessu. Þetta var geggjað. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. May the force be with you.